Vertu velkomin í Christopher Nolan þáttinn minn. Takk. Þegar ég var að hugsa að gera svona þátt, þá hugsaði mér, ok, ég verð að tala Nönnu. Af hverju hugsaður það? Af því að við erum örugglega ekki sammála eina Christopher Nolan mynd sem heitir Dunkirk. Já, ég veit það. Þannig við komum aðeins betur því eftir. En við ætlum að fókusa svolítið á Christopher Nolan. Sérstaklega á Prestige og Dunkirk. Þetta er svona uppbytun og þátt fyrir Tenet, sem vonandi fer að detti í bíóhús bara næstu daga. Hún átti að koma út, júli, já. En COVID, eðilega það. Og ég veit að Nolan barðist rosa mikið fyrir því að hún kæmi samt í bíó. Hann er ennþá berstur því. Já. Þannig að samkvæmt nýjustu fréttum, þá hann var sín 27. ágúst. 27. ágúst. Já. Og ég ætla að gefa þannig þátt rétt fyrir frumsýningu. Sniðugt. Að hita fólki aðeins upp. Ég er alltaf spennt að fá allir bíó. En ég valdi eina Christopher Nolan mynd. Já, og ég valdi eina. Þú valdi Prestige. Og þú valdir Dunkirk. Af hverju valdir Dunkirk af öllum þessum Nolan myndum? Af því að ég vissi að við varum ósammála hana og það var gott að spjalla hana og líka því hún er eina mínum uppáhald Nolan myndum. Dunkirk? Já. Ertu búin að sjá þær allar? Sko ég held það. Ég hef búin að sjá Inception og ég hef búin að sjá Memento og Prestige og Interstellar og Dunkirk, Batman myndirnar, þú veist, eru ykkur á fleiri? Er ég að gleyma ykkur? Insomnia? Já, ég sá hana fyrir löngu síðan. Ok. Man ekki eftir henni, sko. Ok, þá ertu búin að sjá allan ef maður kannski fyrstu hann gera mynd sem heitir Following. Já, ég veit ekki. Ég er ekki búin að sjá hann heldur. Ég þarf kannski að dreyma að tjekka á henni. Þannig að þetta er uppáhalds Nolan myndin. Ég bara spyrja, ég er ekki að dæma, ég er bara að spyrja. Að því að uppáhalds fyrir mér það er ekki að sama og besta. Ok. Þú veist, uppáhaldsmyndi mín er ekki besta mynd sem ég hef séð. Þannig að ég veit ekki, að því að nú horfði ég á hana, ef bara byrja að tala hana eða? Sko, ég ætlaði að byrja á Prestige. Ok. En byrjum bara á Dunkirk. Ok. Að því að, já, þegar ég fór á Dunkirk í bíó, ég var dolfallin. Mér minnir að ég hafi ferðið á hlélausa sýningu. Ég veit samt ekki alveg hvort það er rétt hjá mér. Að því að ég bara, hún hafði bara líkamleg áhrif á mig. Ég var bara, já, dolfallin er bara algjörlega hárrétt orð, að ég var mjög impressed og mér fannst hún rosalega góð. Já. Svo því ég horfði á hana, ég horfði eftir á hana í gær og ég veit ekki hvort ég var eitthvað lituð af því að hafa verið eitthvað að lesa hana og lesa umsagnir og reviews hana en ég var svona eitthvað, það er aðeins eitthvað smá sem fyrir töðunar mér. Nú, ok, sem þér fannst var þetta annarskipt sem síðan? Í þriðja held ég, en þú veist, í annarskipt sem ég sá hana var ég svona rétt að fylgjast með henni, hann var bara í gangi. Ok. En já, þannig að ég var svona eitthvað, þú veist, hún er ennþá rosalega góð og mér finnst hún mjög skemmtileg, en það var, þú veist, fór eitthvað pínu í töðunar mér. Hvað var það sem að? Það var tónlistin sem fór pínu, af því að tónlistin er frábær, don't get me wrong, hún er rosalega góð og mjög áhrifamikil, en allt í einu, þú veist, það var bara svona, má vera þögn í smástund. Það var svo mikið svona læti. Það var svo mikið áreiti. Ég var svona, þú veist, bara, ok, þú veist, þetta er mjög falleg sena, ég þarf ekki eitthvað stöðugt áreiti. Skil gott við. En Hans Zimmer er pínu þarna, hann er engin minimalisti í tónlist. Hann er svolítið in your face. Hann er svolítið mikið in your face, það er nefnilega hárrétt. En tónlistin í þessari mynd er frábær og mögnuð og ég er með smá sem ég langar að ræðum við varðandi tónlistina. Okay. Veistu hvað ég er að fara í tónlistina? Ertu að tala þá að noti svona tikkið, svona klukkutikk? Sko, hann nota náttúrulega klukkutikk og hann hefur gert það í öðrum myndum líka. Nei, ég er ekki að fara að tala um það. Það sem ég er að fara að tala um, það sem ég er að svona, ég sá með glósur um þetta. Þú með glósurnar, handskrifu glósurnar. Handskrifu glósurnar mínar. Að ég sá vídeo á YouTube síðu Vox, veist hvað Vox er, þeir voru með þætti á Netflix. Eitthvað Vox Media, eitthvað. Já, þeir útskýra svona alls konar. Ég þekki ekki nú vel. Nei, allavega, það er til á YouTube síðu Vox, er vídeo tónlistina í Dunkirk. Ok. Og þar er svona hljóðræn þú veist, ekki, en svona brella, sem er þannig að tónlistin hljómar alltaf eins og hún sé hækkandi. Já. En þetta er svona infinity loop í rauninni. Ok. Og þeir ná þessu fram, af því nú er þetta alltaf ensku, það heitir Shepard tone, eða Shepard
Shepard Reset Glissando. Er það eitthvað ákveðin tækni eða ákveðin hljóð? Þetta er tækni. Okay. Þetta eru 3 mismunandi áttundir sem er alltaf að spila skala sem fer upp, ofar og ofar og ofar. Þannig er viljandi gert? Þetta er viljandi gert okay. og hann notar þetta í öðrum myndum, hann Nolan, og hann Simmer og Nolan, sko. Okay. Að sem sagt, ég veit ekki hvort ég ætti að lista ennsku eða íslensku. Er það langt á ennsku? Nei, bara þú veist, þetta, nóturnar færast upp skalan, að þetta eru 3 mismunandi áttundum, að þá hæsta áttundin, hún dofnar alltaf, heyrist hún dofnar í lokin. Okay. Miðáttundin er alltaf jafn há og lægsta áttundin er dauf til að byrja með og styrkist síðan. Og þá hljómar þetta alltaf, maður líka við að vera með saml, af því ég er ekki góð í að útskýra þetta, en þetta gerir það að verkum að því maður heyrir alltaf 2 nótur rísa á skalanum, að minnstu kosti, að því að þú veist, ein er dauf og ein er sterk og já, þá heyrir maður alltaf 2 nótur rísa og heilin á manni er gabbaður í að halda að tónnin sé alltaf rísandi. En hann er það ekki? Hann er það ekki, þetta er bara svona infinity loop og já, infinite piano scale. Vá, ég var ekki, þú vorum að pæla miklu meiri sem ég. Já, þetta er bara því ég sá þetta vídeo, mér fannst þetta ógeðslega áhugavert og ég og Snorri vorum mjög impressed, bara vá, að þeir hafa pælt í þessu, að þeir byggir upp svo mikla spennu. Þetta er örugglega það sem á mikinn þátt í því að byggja upp þessa spennu. Þetta er held ég bara notað í lagi eða útsetningu tónlistar sem heitir The Mole, sem er held ég byrjunarstefi í rauninni mögulega byrjunarstefi, já. Að þá nota þetta til að svona byggja upp rosalega spennu, þegar maður finnst alltaf þeir finnst alltaf að sé svona rísa og þeir finnst, ok, það hlýtur að koma einhver endapunktur, en nei, það heldur alltaf áfram. Þetta er mjög áhugavert, ég vissi þetta ekki. Nei, akkurat, það er ég er bara mjög ánægð að ég hafa fundið þetta vídeo. Þetta var notað líka í Super Mario 64 og töluleiknum bara. Já, og þetta Pink Floyd hefur notað þetta fyrirbæri, skilur þessa eða svona, þetta er ekki sjónvilla náttúrulega, en svona trikk. Þetta er svona trikk. Já. Til þess að láta hljóma eins og sé í raun bara spenna. Já, algjörlega. Og bara þú veist, eitthvað sem er rísandi og svona mikið, já, spenna í gangi. En fór þetta í taugarnar á þér? Nei, þetta er ekki það sem fer í taugarnar á mér. Nei, það sem fer í taugarnar á mér er, þetta fer ekki til ég veit ekki alveg hvernig ég lýsi. Hata þessa mynd núna? Nei, enga veginn. En bara, ég bara tók eftir, ég var stundur svona, ok, þetta er svo mikið áreiti. Þessi mynd er visually bara gullfalleg. Örugglega bara enginn sem líka henni. Nei, og ég þarf ekki eitthvað stöðugt áreiti, en hann Simmer er bara þarna, hann er í þessu. Og þeir kjósa greinlega að gera þetta, því að það er enginn sem það að Nolan hafi ekki samþykkt þetta. Ég held að Nolan, hann notaði þetta líka hann notaði þessa brellu í Batpod, sem sagt, soundeffektnum. Já. Svona, þú veist, þegar hann er að þegar hjólið er að þegar það detti í gangi að fara að stað í hljóðhönnunin á Batpodinu í Dark Knight myndunum og í einhverju einu lagi í Prestige, held ég líka. Ok. En það var samt ekki í Simmer sem gerir fyrir Prestige? Ekki? Nei. Ok. Koma þess að því á eftir. En finnst þér þá þessi mynd bursið frá þessu, þetta er mjög áhugaverð pæling og ég skil hvort við með og þetta kannski fór ekki töður en svona, getur við slakað þess að með hljóðið eða tónlistina að hún er svolítið svona stöðug. Fannst þér hún jafn góð núna í annað eða þriðja skipti eða hvað stendur hún með þessum mynd? Mér finnst hún ennþá mjög góð en ég var ekki fyrir þessum sömu svona, þú veist, ég var fyrir líkamlegum áhrifum þegar ég sá þessa mynd. Ég var bara með hjartslátt, dúndrandi hjartslátt þegar ég sá þessa mynd. Ég grínlust, ég var sveitt og ég var einhvern veginn bara svona ég var svo súper spennt og bara svona fannst hún spennandi? Ég finnst hún mjög spennandi. Ég fann alveg svona streitu einkenni, bara svona, þú veist, og ég var alveg eftir mig þegar ég var búin í bíó, ég var bara svona þetta var upplifun, mér fannst þess að ég hef verið í rússíbana eða eitthvað, því hún er ógeðslega spennandi hvernig þetta er allt klipt saman og maður er svona mér finnst hún mjög góð. Þannig að kannski ef þú þurftir að útskýra fólki hvað er spennandi við hana, eða skemmtilegt við hana, þá er það að hún er bara mjög spennandi og bara lúkkar eins og bara mjög epísk mynd sem hún er. Og mér finnst mjög gaman að fylgjast með flestum mismunandi karakterunum, gamli kallinn á bátnum með strákana, mér finnst það skemmtilegt, mér finnst gaman þegar klippt yfir á hann
hvað heitir hann? Tom Hardy. Og svo gæðirnar á ströndinni. Svo eru gæðirnar á ströndinni, sko, þeir náttúrulega eru rosalega anonymous, þú veist, maður ekkert mikið að fá neina svona karakter uppbyggingu á þeim. Mér er meira samum þá heldur en Mark Rylance og Tom Hardy. En getur það verið að því það eru leikar svo þekkir? Það getur verið. Sko, þegar ég sá þessa mynd fyrst þá hafði ég enga hugmynd hver Harry Styles var og ég sá það eftir eitthvað svona, Harry, er það ekki strákurinn í One Direction, New Direction, eitthvað, þú veist? Já, ég veit bara hann er eitthvað söngvari. Já, einmitt. Held ég alveg örugglega. En núna er ég meira aware af, þú veist, ég veit hver þetta er núna. En veistu hvort hann hafi leikið ykkur fleiri? Nei, ég veit það ekki. Hann hefur pottitt leikið einhverju öðru, ég bara veit það ekki að því ég er ekkert mikið pæli honum. Nei, ég spá ekki mikið á honum. En núna veit ég hver þetta er, þannig að núna svona fylgdist með honum. En þessi strákar sem er á ströndinni, litlu hermenninir, þeir eru allir ungir, þeir eru allir dökkar, þeir eru allir cute, þú veist, það er engin leið að vera eitthvað þessi, já, þú veist, jú, ég veit, frakkinn sem þykist þeirra einlendingur, það var alltaf svolítið, já, hann er með krullur, þú veist, ég var svona, í grínlist. En ég vil meina, þú veist, ég fór að hugsa, til að hafa flósna mín opna hérna líka. Nei, jú, já. Ég fór að hugsa, þú veist, er þetta pínu verið að svona beina sjónum að því að þegar að svona stríð og heimstyrjöld er að eiga sér stað, að þá eru svona infantry hermenn bara, þeir eru svolítið bara svona, að því þeir eru svo margir og það verða mjög anonymous, nafnlausir og bara svona tölur. Allir klæddir eins. Og þeir eru bara svolítið svona einhver statistík yfir hversu margir dóu og hversu margir komast heim. Og þú veist, hvort að þess vegna hafi þeir bara verið svolítið minna spáð í þeirra, þú veist, ekkert í þeirra, þú veist, jú, maður fær örlögin þeirra alveg og fær að fylgjast með þeim, en ekki eins mikið persónusköpun hjá þeim. Hvað finnst þú það? Við erum alltaf bæðið sammála það vantaði svolítið í þessa mynd, eitthvað svona ákveðin persónusköpun. Já, einmitt. Og finnst þér að við höfum rætt þetta aðeins áður, í smá tíma, já, þú þessa mynd. Og persónusköpun skiptir mjög svo miklu máli í bíómyndum. Og í þessari mynd, að því við erum bara alveg 100% sammála það, heyrist mér á þér, að það er ekki mikið persónusköpun. Ekki mikið, nei. Þannig að þú ert að horfa á svona mynd, og þetta er einhvern spennu mynd, flott mynd. Finnst þér það ekkert böggandi? Eða nærðu einhvern veginn bara að njóta þess að vera í þessar rússi bara þegar? Já, ég næ að njóta þess. Ég veit að það er ekki mikið persónusköpun og ég held einhvern veginn að þessi mynd, hún er ekki að reyna að segja manni einhverja sögu, af því að þú veist, hann hefði öll geta valið bara, ok, ég ætla að velja eitt karakter og ég ætla bara að fjalla hans sögu í gegnum þessa daga og þetta ordeal, en hann gerir það ekki. Hann kýs að gera það svona. Nolan er með tíman á heilanum og vill gera sína mismunandi tímalínur og þú veist, ok, hérna eru þessar menn að díla þetta. Mér fannst mjög áhugavert hvernig ungi strákurinn á bátnum sonur Mark Rylance, hann ljósari. Þú veist, það er alveg smá persónusköpun þar, hann er pirraður út í Cillian Murphy fyrst, en svo eitthvað svona, ok, nei, það er alltaf leið með hann, þú veist, engar áhyggjur. Það er eitthvað svona örlítið framstig þar. Og líka hann átti greinlega bróður sem hafði dáið í, held ég fyrri heimsstyrjöldinni, eða í seinni. Já, nei, ég held seinni. Ég man ekki alveg hvað hann segir. Hann segir, þú veist, hann dó á 3. degi eða eitthvað, skilur. Já, og það er þá væntanlega sama stríð. Ég veit ekki, þetta gerist, skilur, hvað 1940 eða eitthvað, þetta er bara alveg í byrjuninu, sko. Já, þetta er mjög snemma. Þetta er örugglega áður en að Bandaríkjamenn kom inn í stríðið. Já. Ok, ég horfði á þessa mynd. Ég sá hann í bíó. Já. Og mér finnst hún rosalega flott. Þetta er bara, ég vildi óska þess að allar bíómyndir litu svona út. Já. Og líka bara hvað hann nota mikið bara practical dót. Nefnilega. Hann er með alvöru flugvélar. Hann er með 1000 aukarleikara. Allt þetta gefur myndinu svo mikið vægi og líka því hún er tekin upp alveg á, hún er ekki tekin upp í stúdíói með greenskrín. Þeir eru, mér veist ég sjá það að það er kalt þarna. Skilur við? Maður sér vindinn og sjóin og allt þetta. Mér finnst það ekki. En mér finnst vanta svo mikla persónusköpun í þessu mynd. Og ég ætla að spyrja þig, þegar þú horfir á bíómynd, bara yfir höfuð, ekkert alveg Dunkirk, hvað finnst þér skemmtilegt í bíómyndir? Hvað er það sem þú vilt fá út í bíómyndum? Er þetta erfið spurning?
Það ekki spyrja ykkur svona. Akkur Ég get ekki alhæft yfir allar kvikmyndir, hvað skemmtilegt kvikmyndir. Ok, þannig það engin svona grunn svona hugmynd. Það svo fjölþætt, ég get ekki bara, já, það bara persónuskunn sem kvikmynd, nei. Ég get ekki, þú veist, ég get hort á mynd og elska hana bara út af estetikinni, útlitinu á henni. Já, ég svolítið að spyrja því. Það getur verið eitt skipti hjá þér svo annað eitthvað allt annað. Já, þú veist, ég elska, það er Wes Anderson mynd sem ég elska, sem heitir The Royal Tenenbaums. Það er alveg persónusköpun þar, en það var einhvern veginn þegar ég var 2001, hvað er ég? Ung, allavega, ég reiknaði núna 13-14 ára, já. Þá sá ég hana ruglega fyrst og ég bara einhvern veginn var svo ógeðslega snortin af estetíkinni. Fyrsta Wes Anderson myndir sem ég sé. Ég er ekkert lengur allar Wes Anderson myndir sem ég sé, ég er ekkert ennþá bara eitthvað, þetta er svo, af því að maður náttúrulega orðin pínu vanur þessu. Svo eru aðra myndir sem að einhvern veginn persónusköpun og útliti skipta með engum máli en bara, þú veist, plottið og... Ok, ég er búin að pæla rosalega mikið í þessu. Þú er búin að pæla rosalega mikið í þessu, það hlýtur að vera. Rosalega mikið. Ég vil fyrsta lagi því ég horf bíómynd. Það skiptir ekki máli hvernig bíómyndur horf á. Getur stríðsmynd, hryllingsmynd, rómantísk gamanmynd, whatever. Ég vil fyrst alveg upplega eitthvað tilfinningar. Fyrir mér er þetta náttúrulega list og list á að vekja upp einhvers konar tilfinningar. Lítur á sammála því hvort það er tónlist eða málverk eða eitthvað. Og það getur að sjálfsög koma með flottari myndatöku. Eins og margir á ljósmyndun, til dæmis, flottar ljósmyndir. En ég verð líka að hafa fólk sem mér er ekki samum. Eins og í Dunkirk. Það er mér fullt af fólki. Og mér er saman allt fólki. Allir myndinni. Af því að myndin er ekki búin að gefa mér eina ástæðu til þess að vera ekki saman þau. En þetta er bara mín skoðun. Ég til dæmis vissi að þú fílar hann mjög vel. Og ég veit að Tarantino, leiksturinn, hún er vist bara masterpieces mynd. Og ég hlusta á í dag podcast með honum þar sem hann tala um þessa mynd. Mjög áhugavert. Hann elskar lúkki á henni. Bara myndataka hann, geðveik og allt það. En hann sagði hennar setningu, ég skrifaði henni mér. Ég ætla að fá að lesa henni upp. Þú mátt lesa. Ætlar að taka röddina eða? Nei. Ég taka það fram að hann er að meina þessum hrós. En það sem hann fílar, ég er svolítið við þessum mynd, finnst mér svolítið kristallast í þessari setningu. En það er líka ástæðan fyrir ég fíla hann ekki. Hann segir, the entire movie is the trailer to the movie. Það sem hann er að meina er að öll myndin virkar svo stór trailer. En ég vil líka, honum til varnar, hann segir síðan eftir á, en mér finnst það aðeins meiri dýft og aðeins meiri dýft í henni heldur en bara trailer. Mér finnst myndin virka þannig á mig. Hún virkar svo risastór og dýr trailer. Þegar ég horf á trailerbíómynd, ég er ekki upplifað sama eins og þegar ég sé síðan myndina. Skilur þau? En mér finnst ég upplifað sem ég var að horfa á 100 mínútna trailer. Ég skil alveg hvað hann meinar. Já, þetta er sem hann meinar. Já, eða hann meinar. Ég fatt þetta alveg. Skilur þau hvað hann við? Og hann er rauninni talið það er eins og ef við skiptum mynd bara í akt 1, akt 2, akt 3 sem margir aðhyllast þetta form. Dunkirk er bara svo akt 3. Það er rétt. Þetta er svolítið mikill bara hátindur yfir alla myndina. Já, þetta er svona svo, mann er líður svona pínur svo, wow, misti ég af klukkutíma. Skilur, hvað er akt 1 og akt 2? Akkurat. Og ég er ekki að segja þessu léleg. Ég hef aldrei sagt að Dunkirk sé léleg. Mér finnst hún ekki skemmtileg. Nei, þér finnst allar myndir verða að vera skemmtilegar. Já. Og ég veit til dæmis að Snorri er ekki alveg sammála mér. Nei. Mér finnst að myndir eigi geta verið skemmtilegar, alveg saman hvernig myndir eru. Og til þess að gera skemmtilegar, þá þarf ég karaktera. Ég verð að hafa eitthvað þess að grípa í. Mér fannst ekki þess að grípa í Dunkirk. Nei. Þú skýr alveg hvað ég á við. Ég skýr alveg hvað við. Þó sem ekki sammála. En engu að síður, þetta er ekki einhver andlit sem þú sér einu svona tvisvar. Þú ert að fylgja þeim í gegnum alla myndina. Já, þú sér alveg fólk. Þeir hafa sögu, þó hún sé klukkutími eða dagur eða vika. En hvað veistu þetta fólk? Já, það er nefnilega það sem ég er að segja. Þú veist ekkert þetta fólk. Mér finnst það ekki vera pointið með myndina að þú þurfur að kynnast þeim. Nei, þess vegna að segja. Já, ég er ekki að segja að hún sé léleg fyrir þetta. Ég er að segja, þess vegna fíla ég ekki. Þess vegna spurði ég þig áðan að hverju leitar að í bíómynd. Það sem ég leita að finnst mér ekki vera í þessari mynd. Ég skil. Og mér finnst hún eiga svolítið sameilt með 1917. Já. Það sem þetta er bara svona tæknilegt afrek
og sem höfðar ekki til mín á svona sögulegu leveli. Nei, einmitt. Og persónu sköpunar leveli. Af því mér finnst ég ekki að fá út úr þessu, hún skilur ekkert eftir sig. Af því að þú ert að horfa á flotta myndir. Þú veist, því ég er í bíónu, ég var bara, wow, þú ert flott skot. Þú ert geggjaði sem alveg flugvilar. Svo labbaði þetta bíónu, það fannst mér ekkert svona eftir. Það var engin dramatíka eða neitt. Það var rosalega mikið eftir í mér þegar ég labbaði bíónu. Ég man mjög greinlega að ég hugsaði rosa mikið hvernig þessi mynd sýnir svona föðurlandsást og patriotism á svo allt annan hátt heldur að maður er vanur. Það er ekki eitthvað svona rungskot af bandaríska fánanum eða þessu tilviki breska fánanum. Það er ekki eitthvað svona bara, við unnum, þú veist, þeir eru allir, Harry Styles og Co. eru á skýt bömmar, bara eitthvað fokk, við erum algjöru heigulegur, við komum tilbaka í skömm, fólk að eftir að hata okkur og hrækja okkur og götunni, skiluru, það vildi ekki horfa í augun á mér og þú veist, fólk var ekkert ánægt með þannig gjörsigur. En þetta er samt, ég fekk svo sterka tilfinningu af bara svona einhvern veginn samheldni, þú veist, það var það sem varð eftir hjá mér þegar ég labbaði bíónu, var bara vákvættir mikið gott merki eða svona góð birtingamynd á svona þjóðarást og samheldni og von. Og þannig að þér fannst í rauninni svona grunnsagan í þessari mynd er svona tiltölulega einföld. Þetta er bara stór björgunaraðgerð, að bjarga þessum hermennum á ströndinni. Þér finnst hún alveg spennandi, skemmtileg, áhugaverð? Já. Okay. Ég er engin stríðsmyndafan, seint verð ég eitthvað, þú veist, aldrei eitthvað og horfa á svo stríðsmynd, ég er alltaf svona, það er ég láta mig horfa á fucking stríðsmynd. Þú hefur ekki áhugað yfir höfuð? Þú veist, mér finnst það oft skemmtilegar og oftar en ekki, en ég leitast ekki eftir þeim sjálf, ég er ekki eitthvað svona, þessi mynd er að koma út, getur þú horft á hana? Ég fór á þessi mynd í bíó, þetta er Nolan og þú veist. En hún náði samtalið til þín? Alveg þvílíkt og flest, þú veist, margar aðra stríðsmyndir ná mér, þú veist, ég var að horfa Fury daginn, kræst komið svona æðislega, ég bara, ég dyrka hana, ég er mjög sein að sjá hana en mjög svona æðislega. Okay. Og hana Garfield myndin, hana Hacksaw Ridge, æðislega. En eins og segjum bara þetta, hvað finnst þú hún? Ekkert spes. Þið finnst hún ekkert spes? Ok, þetta er áhugavert. Nei, ég er að býtu. Þetta er ruggla saman? Ég er að ruggla við Black Hawk Down. Segjum bara þetta er mjög skemmtileg, jú. Ok. Black Hawk Down, not so much. Ok, það er svo sem alltaf leið, það er líka alltaf verið en það er ein mynd sem ég sá 2 árum án ég sá Dunkirk með Tom Hardy sem er rosaleg mynd, praktikal, stór, epísk með einfaldri sögu en sem ég fannst svín virka af því ég fæ ekki að sýta ykkur að brjála persónsköpun en mér fannst það fá nóg. Ok, á honum? Bæði honum og Charlize Theron, þetta er Mad Max. Já, við erum að tala um Mad Max, já. Já, Mad Max, Fury Road. Mér finnst það rosalega munur á þessum myndum upp á hvernig ég tengi við þær. En þær eru samt ekkert ólíkar mörgu leitinu. Þetta er einmitt, þú veist, ég var að hugsa um þetta þú sagðir að hún væri akt 3 og bara svona í gangi allan tíman, þú veist, ég var með undrað í hjárslátt líka, þegar ég sá Dunkirk, bara, þú veist, þá er ég með hennar hjárslátt því hún er spennandi allan tíman og hún er þetta finale með þetta svona akt 3 syndrom allan tíman, maður er alltaf bara, þú veist, trillast. Mad Max er mjög svipuð þessu leiti að það er bara kersla nánast allan tíman. Maður er bara on the edge of your seat, bara þvílíkur spenningur alltaf. Og einmitt, mjög svipað að upp á það að það er ekkert mikil persónusköpun í gangi. Ekki mikil? Nei. Með samt nóg? Það er alveg nóg. Hún fer og leitar uppruna síns og... Svona bottom line ég vildi að Max og Furiosa myndu sleppa og konuða svo með þeim. Ég man ekki alveg hvað heita, voru ekki 4 eða eitthvað, kynlífsþrælar eða eitthvað. Ég hélt með þeim. Já, það er rétt. Ég vildi að þeim myndu sleppa og það er partur þeirri mynd þegar Max segir, svona smá spoiler um Max, þegar Max segir við verðum bara snúa við þurfum að fara aftur í gegnum þetta helvíti sem vorum að fara í gegnum. Ég man þegar ég var í bíó, ég var bara shit, ég er því alveg að fara að gera, djöfull er ég spenntur. Ég fekk aldrei þessa tilfinningu Dunkirk, mér er alveg sama þó að Tom Hardy myndi deyja, mér er alveg sama þó gaurinn sem er held ekki sem er nafn, ungi strákurinn myndi deyja eða myndi sleppa. Það var ekki fyrir mig þessi tenging, þessi persónulega tenging
dramatíska tenging en ég skil samt alveg fólk sem fílar hana. Ertu að segja að þú basically bara hélst með þjóðverunum í seinni í Dunkirk? Nei, bara seinni. Nei, ég reyndi bara að miskila sem ég segi. Nei, að því að þú veist, ég meina Dunkirk, þú færð bara þetta er protagonistinn, þetta er fólki sem þú átt að halda með og samt erst þú bara eitthvað, nei, mér er pínu saman hvað verður. En ekki segja mér það, látt mig finna það. Ok. Skilur hvað við? Þannig ef hann segir bara mig, þú átt bara að halda með þessum. Ok. Skilur hvað við? Ég ætla að muna eftir þessu. Já. Þegar við fyrir að tala um Prestige. Já, einmitt. Að því ég er ekki að segja að karakter þurfa að vera likeable. Nei. Ég þarf bara að tengjast þeim á einhvern hátt. Ég skilji. Þetta er bara sem með Tony Sopranos. Eitthvað fjöldamorðingi, ógeðslegu konu sína í rauninni, ekki góðu pabbi beint. En ég var samt investaður í honum. Ég tengdi eitthvað við hann. Ég keypti hann karakter. Mér var skaðan að fylgjast með honum. En það er persónusköpun. Það er í mörgum myndum. Í Mad Max, þetta er ekkert mikil persónusköpun, en mér veist það nóg. Og ég finna þeir að horfa á bíómyndir. Hvort að ég sé eitthvað tengdur. Af því þegar ég fer í bíó, þegar ég horfa á mynd, ég er svolítið svo bara opinn. Ég bara leiði myndin, segðu mér svo sögu. Og ég gera það saman með Dunkirk. Ég er alveg mikil Christopher Nolan fan. Mér finnst það ekkert alla geðveikar, en mér finnst flesta mynd sem hún gert mjög góðar. Þannig að þegar Dunkirk kom út, þá fór ég í bíó og ég var bara, kottu með þetta. Mér finnst trailerinn geggjaður, bara kottu með þetta. Og mér fannst það að vera svolítið upptekinn að því að vera með einhver episkot, setja allt púður í það, í staðan verið kannski, af hverju gat hann ekki sett smá púður í, hefði eitthvað gert myndina verri, að hafa eitthvað smá svona uppbyggingu á karakter, eitthvað, gefa manni eitthvað. Sko, mér finnst oft mjög óþægilegt þegar maður fær svona forced exposition. Þegar það er eitthvað svona... Ég sammálaðir. Eitthvað svona baksaga eða verða að útskýra eftir á ég er nú búin að gangi í gegnum þetta, mér finnst það óþjórandi. Þegar karakterinn segir manni, ég er búin að gera svona og er að gefa manni baksöguna á þess að sína manni baksöguna eða sína manni einhverja sögu. Mér fannst ég fá nóg af persónusköpun hjá Mark Rylance og Co. í bátnum. Það var náttúrulega ekkert í gangi á Tom Hardy. Nei. Og hinum ekki neitt. Ég er alveg sammálaðir. Það var mest af þessum mönnum í bátnum. Ég er alveg sammálaðir. Það fæði svona smá og líka exposition. Ef þú er góður leikstjóri eins og Nolan er, þá þarf hann ekki að hafa karakter að sitja og segja alla söguna sína. Það er að fela þetta á alls konar hátt. En mér finnst bara einhvern veginn að því að hann er rosalega svona tækningur. Hann hefur alltaf verið það. Eins og bara með Batman-myndar, hann að gera fáralega stöndadrið, bara eitthvað, allt bara on location og allt practical effects, mikið af þessu. Ég bara pæla hvort hann á orðið svona upptekinn af því. Já. En ég meina þér fannst það ekki, þér fannst góð. Sko, þú veist, mér finnst myndatakan og tæknilegu hlutin er aldrei vera það mikið in your face að hann sé að stæra sig af því að hafa þetta eitthvað mjög technical, veist hvað ég meina, þú veist, minnst hún ekki vera það eitthvað svona visually stunning að þetta sé bara þannig eins og 1917 sem er... Hvað er þetta betri? Dunkirk allan daginn. Já, kalla minn. Þú veist, 1917, ég daldi með þér í því að mér þetta pínu svona, hei, segðu hvað ég hef gert. Þetta er pínu, einn taka, þetta er pínu rung eitthvað, þú veist. Og með það, hún segir fína sögu, allt í lagi, en einhvern veginn, mér það vera svo mikið, sjáðu hvað við getum gert. Mér Nolan ekki vera þar í Dunkirk, eitthvað, sjáðu hvað ég get gert. Mér hann bara vera að segja sögu með því að nota fallegar tökur og mér pointið með myndin ekki vera estetíkina og útlitið, skilur við. Hvað finnst þér að hann hafi sett þetta upp í svona 3 tímaræðir? Ég fíla það. Ströndin, sjórinn og svo loftið. Ströndin gerist held ég á 1 viku, sjórinn einum degi og loftótið í klukkutími. Hvernig fílar það? Ég fíla það. Okay. Ég fíla þegar maður sér, þú veist, hlut gerast og svo sér maður gerast aftur frá öðru sjónarhorni. Og ég veit náttúrulega, Nolan er mikið... Tímaperri. Hann er tímaperri, hann fílar tíman og er stundum með þetta tikk, sko, svo vorum við að tala með hann sem er skorið. Og Tenet, ef ekki með þess henni, hún verðist fjallar óslega mikið
eitthvað sko tímarugg. Fram og tilbaka, eitthvað, þú veist, hann alveg með tíman og heila. Hann essinu sínu þar? Já. Ok. Ég fíla það, hvernig fannst þér þetta? Það truflaði mig ekki. Og ég verði að veikina það, því ég horfði á hana fyrst, og þetta hrós, nú er að hrósa honum. Ég pældi eiginlega ekki í því. Það finnst mér að styrkleiki. Ég var ekki ruglaður, skilurðu. Okay. Þannig að ég get ekki verið eitthvað að drulli honum fyrir það. Nei. Margt annað en ekki þetta. Margt annað. Nei, ég sammála. Ég er ekki drulli fyrir hana. Nei, ég veit það. Þetta er meira, mér fannst það áhugavert, af því að ég veit alveg marga sem fíla hana, Dunkirk. Og ég hef reynda líka alveg hitt fólk sem fíla hana ekki. Og mér finnst það bara áhugavert. Mér finnst áhugavert að pæla í hvað er það við myndir. Þú fékkst það sem þú vildir svolítið út af þessar mynd. Þér fannst þú spennandi. Já. Þér var ekki sama fólkið í þessari mynd. Nei, ég er ekki sociopath, þannig að nei. En ég fór líka að hugsa því eitt. Nú kemur einn gróf spurning. Ok. Nú kemur einn gróf spurning. Hvort, ég fór að hugsa það, þetta er fálega spurning, en ég fór samt að hugsa þetta. Þetta er ekkert eitthvað svona persónlega. Ég er stressuð. Ég skrifaði þetta mér svo niður hjá mér, en ekki það, þetta er ekkert flókin spurning. Ég skrifaði, vantar alla persónsköpun í þessu mynd. Hvort væri persónlega vera fyrir þig? Ef ein manneskja sem þú þekkir mjög vel deyr, eða 10 mann sem þú þekkir ekki neitt deyja. Það er þú komin út í allt annað. Nei. Við getum ekki verið að tala heimspekilega pælingar eitthvað. Jú, af því að það sem ég meina með þessu er að í þessar mynd, þetta er mín persónskoðun, að í þessar mynd þá er það allt fólk sem ég þekki. Já. Þannig að eðlilega held ég, að því að mitt svar við þessar spurningu, ef ég ætti að svara henni sjálfur, persónlega var að verra fyrir mig ef eitthvað sem ég þekki mjög vel deyr, heldur 10 sem ég þekki ekki neitt. Já. Mér finnst það mjög eðlilegt svar. Já, skiljanlega. Þannig í þessar mynd, ef ég þekki engan, þá er mér alveg sama eftir deyja allir. Þú þekkir alveg Hvað? Mark Rylance og sonans og vinnin þarna. Svona mikið? Já, Haffi. Ég sagði líka, þekki mjög vel. Já, ok. Þetta er bara mununum mér og þér. Þér er alveg sama. Ég er sociopati og ekki þú. Já, nei, kannski. Ég veit, myndin er að segja mér, hér er protagonisti, þú átt að halda með þessum og þessum og þessum. Þeir eru ekki Þjóðverjar, þannig að þú heldur með þeim. En ok, þetta er mjög áhvert svo að segja. Af því að við erum kannski ekki alveg sammála það. Okay. Þannig að þú ert að segja, ef að myndin segja að halda með einhverjum, þá heldur með... Nei, ég bara spyrja. Nei, ég veit hvað þú ert að fara með þetta. Ég er ekki að veða í gildru. Þú ert að fara að setja mig í gildru. Nei, ég veit að því, já. Að því mér finnst það rosalega áhvert að pæla í þessu. Já, þú veist, ég er ekki að segja að ég haldi alltaf með bara þeim sem birtist á skjánum, fattur en að því þarna er gamli kallinn ógeðslega sympathetic og næs og hann er að vinna hetjuverk, hann fer og bjargar fólki og er, já, hetja. Finnst það hann var aðalkarturinn? Já, nei, ég veit ekki, það er engin aðal og eitthvað svona. Ok, en þú ert að segja hérna, þú fegst nóg með honum að þú gast haldið með honum? Já, því þeir eru allir að vinna einhverja hetjudáð. En ungastráknum? Sem gerir ekkert hetjulegt? Nei, en hann samt vex pínu með það að hann byrjar á að vera heigull og byrjar að reyna að smygla sér á skip og þú veist, er að reyna að sleppa einhvern veginn án þess að býði röðin svo allir aðrir, þú veist, það er ekkert magnað, en að lokum ég man ekki þeir eru allir eins hún er með bjargað í loki, þeir eru allir í olíu og þeir eru með þess að ennþá meira eins þá þeir eru allir svona í olíu allir kjút í olíu já, ég er ekkert að nefna eitthvað gildur, mér finnst það bara áhugur pæling já, með þetta þú veist, í þessari kvikmynd þessari einu kvikmynd að þá veit ég með hverjum ég á að halda, það er aldrei að fara að koma í ljós okkar Tom Hardy á Þjóðveri, haha, þú veist ok en hvað fannst þér að þeir sýna eða ekkert Þjóðverðin í þessari mynd? Nei, ég bara pælti voða lítið í því. Bara eitthvað bara sem þeir ákveða að gera, er ekkert að sína þá. Nei. Hvað fannst þér það? Fannst þér vanta að... Villan? Já, það er ekki sýndir vondukallinir. Nei, af því að þú veist, þetta er seinni heimstyrjöld, þú veist alltaf hvað vondukallin er. Ok, þá ætti ég að spyrja öðru. Finnst þér að mynd eigi að virka 100% án þess að þekkir eitthvað söguna á baka myndina? Til þess að þú sagðir, þú veist hvað vondukallin er í seinni heimstyrjöldinni. Ef þú vissir ekki neitt seinni heimstyrjöldina, þú getur að láta þig að horfa á Dunkirk. Skilur hvað er að fara? Já. Ég bara pæla hvort það sé nóg fyrir þig.
Ég held, ef þetta var einhver mynd út í geimnum og þetta er hérna A-geimlið og B-geimlið og þú veist, þetta það væri öðruvísi af því að þetta er atburður sem allir þekkja að þá pínu gerir ráð fyrir því sem kvikmyndagerðarmaður að þú þurfir ekki að kynna fljótinn til leiks. Já, þú getur bara haldið að fólk þekki söguna. Já. Ok. Mér finnst að myndir að geta staðið sjálfstæðar. Utan söguleg samhengi. Í rauninni, sko. Okay. Þó þetta sé byggt á sannur sögu. Það er bara mín skoðun. En ég var með eitt punkt í ábútt. Ég er ekki búin að fara í neina punkt. Nei, þetta er búin svo gott spjall. Þetta er búin svo áhört spjall. Mjög gott punkt. Hvað finnst þér Ég veit þú sagði að þú var ekkert mikið hrifin af stríðsmyndum, en þú múlið að séð alveg nokkrar stríðsmyndir. Já. Hvað finnst þér að þessi sé PG-13? Er hún PG-13? Já. Af því ég spyr að því að stríð er ógeðslegt. Það kemur mér svolítið óvart. Fannst þér vera eitthvað ógeðslegt í henni? Sko, það er ekkert eitthvað grafískt í henni, en það er rosa margt sem að ýtir, eða svona margt óþægilegt. Það er innilokunarkennd og það er, þú veist, það er svo mikið af fóbíum sem að, þú veist, draga fram og sína manni og mér finnst mjög margt óþægilt þegar er allir lokaðir inni og drukkna. Líka flugmaðurinn þegar hann það er ógeðslegt. Það er viðbjörnslegt, þú veist. Fastur inn í klefanum, sjórun að koma inn. Já, klostrofóbía og eldur og þú veist, þú veist, sjónum og það kviknar í þér eða þú drukknar, annarkvæmt eða, skilur. Það er rosa margt, skilur, svona ekki hryllilegt eða eitthvað góri en svona, hræðilegt af því að það er svo, maður veit að fólk dó á þennan hátt. Mér finnst það alltaf ógeðslega, mér finnst það miklu verra heldur en að sjá einhverju hryllismyndir af því að ég veit að þetta gerðist, eins og þegar ég horfði á fucking Tjernobyl. Mér finnst það bara, það er versti hrylling sem ég horfði á. Þó þetta sé ekki hryllingsefni. Það er ógeðslegt, en þú veist líka bara það að þetta hafi gerst í alveg. Oft er eitthvað svona sem byggt á sönnum atburðum og ég veit að þetta gerðist. Það finnst mér erfiðara. Þannig raunin kom kannski verið svolítið óvart að þessi myndir er bara börnum 12 ára. Já, ég veist það svolítið skrítið. Þetta er rosalega mikið svona fullorðins myndir í rauninni. Mjög mikið fullorðins. Já. Ég meitt pæltaðins í þessu og ég horfði á aftur auðvitað Prestige. Ég tók nokkra Nolan-myndir. Okay. Þó sem var fókusa mest á Prestige og Dunkirk. Við svona undirbyggum okkur fyrir þær. Þá horfði ég aftur á Memento. Ég horfði á Interstellar líka. Og það er ekkert það langt sem ég sá Insomnia. Okay. Hún finnst mér mjög vannmetin, Nolan-mynd. Mér finnst það mjög athyglisvert. Memento og Insomnia eru báðar R-rated, sem sagt bannar hennar 16. En hann hefur ekki gert R-rated mynd síðan Insomnia, sem er frá 2002. Já. Hún er það gömul. Ég fór svona pæla eins og með þessa mynd, Dunkirk. Ég er ekki að segja að hún hafi þurft að vera eitthvað ógeðslega ofbeldisfull. En mér fannst bara eitthvað pínu off að þetta er stríðsmynd. Já. Og stríð þau eru aldrei falleg. Nei, veistu hvað ég held að þetta sé? Ég held að hann sé það mikill moneymaker fyrir stúdíóin að þau vilja ekki að hann sé að gefa út R-rated. Þau vilja fá eins marga áhorfendur þau geta. Þetta snýst alltaf bara það. Já. Peninga. Já. Að því að hann er börnum 12 ára, það eru fleiri sem geta séð hana. Ég held að hann vilja alltaf frekar gera R-rated myndir. Heldur það? Ég held það. Ég nefnilega held ekki. Held það ekki? Nei, það sem ég held að hafi gerst, hann er svo svakalega stór leikstur í dag. Það sem ég grunar hafi gerst er að Warner Bros. Þeir gera basically bara það sem hann vil gera. Og mig grunar hann hafa sagt, herðu, ég vil fá aðeins meiri pening til þess að, og ég er ekki að setja sér eitthvað að þessu, að hann er fann að gera svo stóra myndir. Memento gæti ekki verið ólíkari Dunkirk til dæmis. Ég meina, ef þú pælir, þetta er sami leikst Póllinn bara alveg. Þetta er rosalegt. Af því þó að ég sé ekkert eitthvað brjálast lána með Dunkirk, þá byrjar rosalega mikla virðingu fyrir Nolan. Mér finnst þetta áhugaverðstu leikstur sem er bara að vinna í dag. Ef þú berð þessar myndir saman, það eru 17 ára á milli. Mér finnst bara að þetta sé ekki sami maður. Milli Memento, pínu lítil mynd, móti risa mynd. En hann er samt ennþá að vinna með svona sömu Nolanismana, svolítið, þú veist, mismunandi tímalínur. Algjörlega. Og hann er að þróa sig þarna. Hann er sinn stíl, en hann er svona bara, það kom bara svona óvart að þegar ég sá Memento á sínum tíma, ég man þegar ég sá hann í bíó, ég var bara blown away. Svo sá ég Insomnia, og mér veist hún geggjuð, með Pacino og Robin Williams. Það er leikur Robin Williams morðingja, og hann er bara hrikalega góður, sem þannig gæi. Ég man því sá þessar tvær myndir. Ég hefði aldrei giskað á að þessi leikstjóri
myndi enda á því að gera rísa blockbuster stríðsmyndir taka upp einhver alvöru flugvélatriði og þetta ekkert grín sko að geta gert áhugaverð þróun sko alveg rosalega áhugaverð þannig ég ekkert eitthvað að fara að drulli yfir að fyrir að gera ekki aðreitinmyndir mér finnst það bara áhugaverð pæling og það sem líka áhugaverð pæling að þú veist myndir hans Nolan eru oft svolítið svona cerebral upp á samtöl þú veist það eru oft þung samtöl að gerast og mikið af exposition og svoleiðis að eiga sér stað í samtölum og monológum og svona eitthvað það er rosa lítið bara þú veist það stundum þögn, ekki þögn náttúrulega en það er ekki talað mínútum saman í þessari mynd stundum sko alls ekki sem er svolítið úr karakter fyrir hann en aftur, það eru sömu myndir sem ég hata sem ég bara, þetta er glötu mynd og svona, ég hata ekki Dunkirk og ég hata ekki 1917 ég bara, eins og með Dunkirk þú segir það sjálf, það lítið talað eini ég held að ég sé ekkit svakalega hrifin af einhverjum silent movies það er bara minn smekkur þannig að ég veit að hann horfði á einhverja þöggla myndir til þess að undirbúa sig fyrir þessa svona newsreels basically já, í rauninni og einhverja myndir frá 1920 eða eitthvað ég skil það alveg en já, mér finnst það bara áhugaverð pæling svona hvað vill maður fá á bíómynd og mér finnst það gaman þessum ekki sammála já, og ég get alveg notið bíómynda sem eru bæði svona þögglar og lítið persónuskopum já, það til dæmis í öfundæg af því að ég kannski af því ég er mikið áhuga á handritsgerð, skrifa penni, að nota penna eða tölvu til þess að búa okkur til og ég veit að handrita þessar mynd var 70 blaðsíður eða eitthvað kannski eðlilega þetta fer ekkert með, hann skrifa bara eitthvað flugvéladri það er kannski 3 mínútur í myndinni en svona á blaðsíðinu 3 setningar í handriti þannig að ég viðurkenni það, ég pæli í þessu meira út úr því en ég myndi setja þessa mynd af öllum Nolan-myndunum hún fyrir neðst hjá mér hún fyrir neðst hjá mér, hún fyrir efst hjá þér hún fyrir efst hjá mér hún fyrir neðst hjá mér við ætlum ekki að fara mikið út í Batman-myndar því ég ætla að gera eitthvað sem sér svona Batman-podcast Kristoffer Nolan Batman-myndar tekur þær með í þetta tali að Dunkirk er fyrir neðan Batman-myndar já, bara allt sem Kristoffer Nolan hefur gert ég vil ekki sé fyrstu myndin hans þess að hann á following en með það sem ég sé þá setjum ég Dunkirk neðst Interstellar, kom aðeins um hana, ég veit þú horfðir ekki á hana aftur fyrir podcastið. Manstu hvernig fannst hún? Já, fyrst þegar ég sá hana fannst mér hún ekki skemmtileg. Þú fannst hún ekki skemmtileg? Mér fannst hún skemmtileg en mér fannst hún ekki góð. Manstu af hverju? Mér fannst þetta eitthvað svo mikið frú bullshit að ástin gæti bjarga manni og þú veist, það var einhvern veginn, ég var bara come on, veistu bara, þú veist, þegar myndir gerast sérstaklega í geimnum og það þurfa að vera með sterkt vísindalegt aspekt sama ástæð fyrir ég fíla ekki Gravity og maður ekki sens vísindalega segja já, ok, þú meina það fyrir þig persónulega, ef þú stóður svona geimdót þá viltu hafa þetta sé svona raunverulegt en ekki að slappa áhugavert það sem vorum að tala um daginn suspending your disbelief það hef ég erfitt með þarna í Interstellar mér finnst þú mjög skemmtileg en þú veist finnst þú skemmtileg? Já, þegar ég horfði á hana aftur og fannst mér skemmtileg en þú veist, fyrstu áhorfa var ég bara svona, hvað var Nolan að gera? Bara af hverju, bara nei, ég var ekki á hana með hana. Mér finnst það bara áhugavert að ég horfði aftur á hana fyrir podcasti, ég ætlum ekki að tala mikið út í hana, en hún fyrir næst neðst til mér, Interstellar. Já, ok. Mér finnst hún ekkert spes og mér finnst hún að farið að það sem ég er að tala fyrir Dunkirk, ekki ná mikið persónsköpun, mér er alveg samalla og allt þetta. Mér finnst hún í rauninni fara næstu því öfgar í hináttina með Interstellar þetta er svona, þetta er einum of einhvern veginn já, þetta var eitthvað svo mikið movie of the week já, þessi ást, svona love conquers all dæmi eitthvað og ég held að hann sé að því að sumur hafa sagt að hann sé svolítið kalduleiksturi og margar sem myndir sem hann har gert bara eiginlega alla myndir hans þær eru svolítið svona það er svolítið verið að tengjast þeim mér finnst það, þetta er gaggrinn sem hann er fengið á sig hann sé svona kaldur og stundum hann í gegn hjá mér, það er svona fílaði myndin hans eins og með Inception það er svona köld mynd í næsamt, hann nær mér þar að það er bara erfið, þetta er oft með ég veit ekki alveg hversu góð pennan er upp á að gera
að þú verðir tilfinningarlega tengdur karakterunum. Ok. Finnst þér Inception vera kvölda tilfinning til? Áttu erfitt með að tengjast karakterunum í Inception? Nei. Ég sagði hann náði gegn hjá mér þar. Hann náði gegn, já, ok. En það eru sumir sem sé köld, ok. Þráttur hún sé kannski, þetta svolítið köld mynd, þannig sé. En DiCaprio er alltaf bara það góða leikari, að ég náði að tengjast honum, konuna sem að misti, og líka Ellen Page karakterum, sérstaklega. Reynda Joseph Gordon-Levitt líka fyrir henni. Og það er ekki sammála. Hann er fyrir henni, en þú veist, hann er engin karakter, hann er bara svolítið svona, eitthvað blæsja. Ok, en ég fíla hann alveg, en það er þessi tvei karakteræðilega, DiCaprio og Ellen Page. Þau náðu einhvern veginn, ég náðu að tengjast þeim, þannig að þau ná mér í gegnum alla myndina. Já. En ég bara segja, hann fæst á sig þessa gagnrýni. Já. Þannig að mér fannst þess svona reynt að laga það í Interstellar. Já. En við erum svolítið klaufalur. Já, mér finnst hann mistakast það í Interstellar. Mér finnst þetta vera svo mikið, þetta er svo mikið eitthvað skrú upp pappin og dóttirinn sem er fúl út í hann og svo, þú veist, ég er eitthvað svo ekki að nenna þessu. Nei, ég var ekki að kaupa þetta. Eitthvað, þú veist, nei. Mér finnst bara áður pæling, ég fór svo pæling hvort hann hefði gert það, bara hvernig, herðu, ég ætla að sýna fólki. Já, ég get gert tilfinningarlega rómantíska mynd. Ég skal sko segja ykkur, þessi stelpa, hún hata pappa sinni, en hún áttur að sjá eftir því, eftir 20, þú veist. Já, ég fíla hann ekki. Nei, ég fíla hann. Og ég gaf hann annars séns og ég er ekki að ná þessari mynd. Nei, hún fór betur niður hjá mér annarskipti en samt eitthvað, nei. Þú ert ekkert svakalega hrifin? Nei. En hvað varstu með í samvættu Dunkirk? Er það svona fleiri punkta? Hvað er með? Eitthvað svolítið koma að við förum í Prestige. Ok, já. Þetta sko þetta er basically bara það sem við erum búin að tala um. Myndin gæti verið meira emotional ef við þekktum karakterina betur. Við fórum alveg vel yfir þetta. Við erum svo góðið svona hana. Við erum ógeðslega sjóið. Ég var ekkert með neitt meira fyrir Dunkirk. Bara hrikalega flott mynd. Ég held óskast að allar væri svona. Vissið þú að Michael Caine er röddin sem talar við? Já, ég las það. Snorrið sagði mér ekki alveg, nú. Og ég elska Michael Caine svo mikið. Eitt sem ég verði að koma framfæri, því að mamma var að skutla mér í dag. Mamma var að segja, já, ertu að fara í viðtalið, það er podcast. Hún vildi að þú vissir að þegar hún fór á þessa mynd í bíó á Leicester Square í London. Dunkirk. Og hún var svo spennt, þegar flugvélnar var að koma á okkar, hún beygði þessu stundum niður í sætinu og hún var svo skell. Mamma er hljómar eins og manneski sem hefur verið með fjastringu. Já, hún gerir svona. Já, hreyfi fjastringuna. Mamma gerir það alltaf, hún er í Nintendo. Ég gerir það. Það var svona, nei. Ég spila ekkert bílaleiki mikið en það verður komið fyrir. Að þú svona, já, ok, beigir fjastringuna. Þetta er bara, maður er gáðaðir heldur fólk sem gerir það ekki. Þetta er svona. Er búið að sanna það? Já. Ok, þá mamma mín mjög gáð. Segjum það bara hafi. Ok, en hefur þá fara kannski aðeins í Prestige? Förum í Prestige. Ok, þetta er uppáhalds Nolan-myndin mín. Ok. Ég set hana, ok, ég er alltaf Batman-nörd dauðans. Ég elska Batman-myndinar. En ég myndi samt setja Prestige efst. Sko, ég er að endurhugsa hvort að Dunkirk sé efst hjá mér. Ég veit ekki. Þú horfður hann aftur? Já, ég horfður Prestige og Dunkirk og Memento. Prestige er mjög góð. Ef hún er einhver staðar, hún er 1 eða 2, sko. Ok. En að því að... Það munir sammála þar. Sko, Inception var lengi vel, ég var bara besta mynd sem ég sé. En einhvern veginn, hún er bara, það er svo búið að ræða hana svo mikið til þaula og maður er aldrei svona, hún er svo mikið cultural moment og maður er aldrei svona, ok, hættum aðeins að tala um hana. Þú fer svona, kannski nett svona ógæðani. Já. Ég skil hvað ég er ekkert ósammálaður. Mér finnst hún geggjuð. Hún kemst þarna ofalega hjá mér. Já, Prestige er fullkomin. En það var rosalega mikið talað Inception. Já. Það var bara, ég þekki mann sem bara er uppáhaldsmyndirnas. Bara of all time. Já. Og, já, ég veit ekki, ég fekk svona smá... Að því að 2010 var rosalega gott kvikmynda ár og ég maður þegar ég sá Inception, ég var alltaf eftir að sjá betri mynd og svo komuður bara hver á eftir annari betri. Var Shutter Island 2010, Black Swan 2010, Social Network 2010. Það var mynd sem komur á Social Network. Fucking hell. Að því ég var bara, hann sem er eftir að velja, hann eftir að vinna Óskarsalinn fyrir skorið og bara, svo bara kemur Social Network og bara, ok, nei. Já, það er geðveik mynd. Ég þarf að sjá hann aftur, en mér varst hún geggjuð. Mynd sem fjallar Facebook. Geggjuð. Geðveik. Ok, Prestige. Prestige er mjög góð. Þú myndir setja hana mjög ofalega? Já, hún er æðisleg. Hvað er það sem fíla við hana? Mér leiðist aldrei að horfa á hana. Þú veist, sko,
Ég horfði á hana í fyrir dag og þú veist, ég veit alltaf ég veit plottið, ég veit tvistið, en ég man sko, fyrst ég sá hana að þá var ég mjög blown away af þessu og svo, þú veist, annars getur ég sá hana þá það leið nógu langur tími til að ég var eitthvað býtu, já, hvað var eftir þetta býtu nú, og þú veist, þá komur þetta mér aftur óvart. Ertu múin að sjá hana oft? Fyrir ekki? Já, kannski, þetta var kannski 4. skiptið sem ég sá hana. Ok, já. En núna að því að, þú veist, ég veit þú veist, þá er mjög gaman aftur samt að horfa hana að leita að öllum litlu mómentunum, það sem að mér getur verið eitthvað, ok, já, þetta nú set ég þetta í annað samhengi og fara aðra sín á myndina þegar þú sér í annað skipti. Já, akkurat. Og við erum að fara að eyðileggja Prestige. Sorry. Bara segja það bara strax. Með Dunkirk, það er ekkert að skemma henni. Þjóðveru vinnastriði. Ok, þannig að þú setur hana mjög hátt hjá þér. Já. Ég setur hana meitt hjá mér. Já. Og ég elska þessi mynd. Og mér finnst þetta er eina af þessum myndum sem verða betra og betri. Já. Ég sá hann í bíó sín tíma. Ok. Mér fannst hún góð. Hún kom 2006, eða ekki? 2006, jú. Kem bara ári eftir Batman Begins. Og ég var alltaf í smá svona Batman-vímu. Já, eftir að... Ég elska Batman. Eftir að Nolan gerði Batman Begins, mér fannst hún geggjuð. Svo kemur með þessa mynd. Hverju 2 töframenn sem er að keppa við hvern annan. Og ég var spenntur. Og þegar ég horfði á myndina, mér fannst hún góð. Þegar ég sá hann í annarskipti, þá var ég svolítið blown away. Einmitt. Og mér finnst hún alltaf verða betri og betri. Og stór ástæð fyrir því það er fyrsti punktur minn. Ég held þetta sé, ég er ekki búin að pæla ómikið í þessu, en ég er búin að pæla þessu í þessu. Ég held þetta sé best klippta mynd síðan. Hún er mjög vel klippt. Hún er rosalega vel klippt. Hún er að flakka svakalega tíma. Ég var aldrei ringlaður. Ég vissi alltaf hvar ég var. Hvaða tímabil, þú veist, það gerist aldrei, sko. Þú ert samanlega því? Já. Og mér finnst líka ekki vera neinn fit á henni. Nei, einmitt, það er ekkert padding, eitthvað svona. Í raunin ekki. Hún er bara mjög innbeitt í að segja söguna. Og hún er alltaf rúlla áfram, einhvern veginn. Þó að sé stundum flakka tíma. Það er alltaf A, B, C, D. Já. Þetta kemur alltaf óvart. Að því að klippa bíómyndir, ég hef ekki klippt bíómynd sjálfur, þetta er rosa kunst. Og að gera þetta svona vel, hann alltaf sýndaði Memento. Já, hann getur alltaf klippa myndir. En ég er alltaf jafn hissað í horrorsmynd, hvað hann er svakalega klippt. Það er nummer 1. En nummer 2, hvað Hugh Jackman og Christian Bale eru ógeðslega góðir í þessari mynd. Algjörlega. Þetta er bara ótrúlegt. Þeir selja mann þetta alveg. Í uppáhaldskóðu. Að þessum tveimur. Í þessari mynd. Í þessari mynd. Er annað sem finnst að vera betur en hinn? Nei, þeir eru bara... Ég get ekki valið. Hnífjafnir. Já, sammála. Að því að líka að maður heldur með þeim á einhvern veginn. Ég var einhvern veginn Í sammálaðir. Þú veist, það er aðeinslega. Þetta er snildamynd. Hugh Jackman er alltaf svolítið, þú veist, ég var alltaf svolítið bara svona, já, hann er bara Wolverine, en þú veist, núna var ég að horfa daginn Aronofsky mynd sem heitir The Fountain. Mér finnst frábær í henni. Prisoners, þú veist, þetta er vanmetinn leikari. Hann er rosalega góður leikari. Já. Hann er ekki bara Wolverine og ég fyrir að hann er fullkominn sem Wolverine. Já. En í þessari mynd er hann bara, hann er rosalega góður leikari og mjög, hann er einhvern veginn, að því að þessi karakter sem hann er að leika er svo margslungin og flókin og einhvern veginn upp og niður og fram og tilbaka. Bara, snild. Algjör snild. Og mér skæði náttúrulega nefna Hugh Jackman af því að hann sé rosalega góður leikari. Ég held þessu margir sem gleyma því og þeir sjá bara hann sem Wolverine. Hann var bara í X-Men en hann er rosalegur leikari, þessi maður. Þú nefndir Fountain, rosalegur, Prisoners og í þessari mynd sem þessi Robert N. Gier af því að Christian Bale er rosalegur leikari og mér finnst Hugh Jackman í þessari mynd, mér finnst hann bara, hann er ekkert síðri. Nei, ég myndi jafnvel setja kannski Jackman lítið ofar heldur en Bale, ég veit það ekki. Veistu hvað er hjá mér með þessa mynd, það sem fær ástæðan minnst nýjafnir? Hvað? 90% myndinni, ef hann myndi sleppa endanum, þegar hann beigir sig niður og tala við hann, þegar hann er búin að skjóta hann. Ef hann myndi sleppa þeim enda, þá myndi ég segja Hugh Jackman betri. En bara Christian Bale í þessu stutta atriði í lokin, finnst það svo ógeðslega góður, ef hann getur orð. Það er rétt. Það verður sammála það, rosalega leikinn. Já, en við erum að tala daginn, þú veist að ég pæla ekkert oft í leik, en þetta er bara,
þegar hann er svona góður góður leikar, það bara wow. Ég held líka að þú pælur örugglega í leik. Já, ég ger það. Þetta er svona með mig, ég pæla kannski meira í persónusköpun og sögu heldur en útliti, en auðvitað ef ég sé flotta myndir svo Dunkirk, þá tek ég alveg eftir í. Þú horfður á Prestige, þú tekur eftir. Þetta er náttúrulega ekki sami fiskur eins og við tókum síðast. Scream. Það er alltaf allt annað heldur en Prestige. Þetta er svona annað kaliber af leik og mynd. Og mynd, akkurat. Já, en þá ætla ég líka að spyrja þig, að þið Scarlett Johansson leikur í henni. Já. Hvað finnst þér hana, fyrsta lagi bara svona yfir höfuð sem leikonu og hvernig fannst hún í þessari mynd? Upprunalega þegar ég sá þessa mynd, þá fannst mér hún bara fín í þessari mynd. Ég var búin að gleyma að hún væri í henni þegar ég sá hana núna í gær fyrir dag eitthvað. En ég fíla Scarlett Johansson almennt, sko. Sem leikonu? Sem leikonu. En í seinni tíð, náttúrulega 2006, ég vissi alveg hver þetta var, en hún var ekki orðinni sem megastjarnan hún er í dag. Nei. Og ég fíla hann alveg, en mér finnst hún ekki alveg heima. Mér finnst hún, kannski öðru ég veit ekki. Finnst hún ekki virka sem kannski eitthvað svona periodleikuna, ertu að tala kannski það? Já, nei, samt ekki. Ég bara, þú veist, mér finnst hún í dag, ef þessi mynd kemur út í dag, þá finnst hún ekki virka að því hún er of sæt og fræg og öðru sem típa. En hún kemur alltaf út 2006 þegar Scarlett Johansson er ekki orðin Black Widow til dæmis. Já, hún er ekki orðin þetta mikið superstar. Og já, en ég veit ekki hvað mér finnst. Ég er ekkert ósátt við hana. Mér finnst hún alveg leikað alltaf læg. Ok, þannig að svona yfir höfuð finnst hún skemmtilega leikona. Já. Og kannski svona 50-50 með hvort þú passið þessa mynd. Já, ég er svona on-off með það. Hvað finnst þér? Ég er svona sammálaður. Mér finnst hún rosalega góð leikona yfir höfuð. Já. Og að því, þetta er eitthvað svona kynbomba, skvísa. En hún er samt drullu góð leikona. Og eins með Hugh Jackman. Rosalega myndalegur gaur, hann er massaður, góðu formi. Já. Að maður kannski, það skikir kannski á að þau eru með rosalega leikhæfileika. Ég sá bara síðast eins og með Scarlett Johansson, Marriage Story. Já. Sem ég tala mikið einn vinu minn, ekki nefna hann nafn, hann hatar þessa mynd. Mér finnst hún geðveik. Og Scarlett Johansson í þeirri mynd er rosaleg. Bara þau bæði. En eins og í þeirri mynd, það er ekkert eitthvað skvísulhutverk. Nei, það er rétt hjá þér. Og hún er bara geggjuð í þeirri mynd. Og mér finnst þetta gaman að horfa á Prestige eftir að maður er búin að sjá hana í Black Widow, og þeim finnst mjög góð í Avengers-myndunum, eða Marvel-myndunum, og í Marriage Story, geggjuð. Mér finnst hún alveg mjög fín í Prestige, en ég skil samt hvað það er eitthvað pínu eins og passi ekki alveg smúðli inn í myndina. Mér finnst eins og þetta hlutverk, þau þurfti ekki að ráða einhverja svona sæta og stórt nafnleikonu í, þú veist hvað ég meina, það hefði alveg geta verið bara óþekktari leikona sem er samt einhvern veginn glæsileg og fittar sem svona karakter, sem svona sideshow, hvað heitir þetta, svona aðstofakona, núna þegar þú ert að tala um þetta, þá er ég átt að með er ég með eitthvað bæjas fyrir sætum konum og þær get ekki leikið alveg hlutverk, þú veist? Nei, ég held sér ekki það. Ég var reyndar búin að gleyma að hún hefði verið í Marriage Story sem er frábær. Gekkjumynd. Já, ég veit ekki, þú veist, er ég eitthvað að gefa henni slæmt? Nei, ég held ekki, af því að mér finnst til dæmis Já, nei, ég held að það sé rétt hjá, af því að þú veist, þessi karakter, hún er þessar stelpur sem voru svona aðstoðar, þar voru mikið kynbombur. Já, þeir segja þessi myndinni til þess að þá erst að þú sem áhorfandi erst að horfa þá á þær frekar einhver trikk sem að törmann er að gera. Það meikar alveg sens að hafa svona rétt stelpu. En svo Piper Perabo, heldur heiti, hún leikur kona Hugh Jackman í myndinni sem drukknar. Ég meina, hún er alveg sæt líka. En mér varst hún samt kannski, ég veit ekki, passi eitthvað aðeins mér finnst það útskýrt það. Já, ég held þessum að tala saman hlutir samt. Já, hún er ekki jafn svona, Piper Perabo er ekki jafn kynbombuleg. Já, kokettis er það sem ég er að hugsa, þú veist, sem er bara svona já. Veistu hvað ég meina? Já, ég skil hvað við. Svona stelpa sem að veit hún er sæt eða eitthvað, ég veit það ekki. Já, ég skil hvað við. En hún líka, af því þeir eru báðir eitthvað skotnir í henni, af hverju þeir eru alltaf báðir að vera skotnir sem Já, ég skil hvað við. Mér fannst hún, en það er samt svona atrið með henni í myndinni
það sem maður sér alveg, ok, hún er góð leikona. Já. Skilur, það er alveg inn á milli, maður er bara, ok, hún er, já, og mér finnst þú sínaði myndin líka. Ég er ekki lítið úr henni, en það er eitthvað sem maður svolítið svona bara, ok, passar ekki 100%, ég veit ekki hvað. Já, en eins og með hana til dæmis, þessar leikonu, Scarlett Johansson, hún hefur alveg fyrst þegar ég sá hana, eða svona ég man eftir að sé hana, kannski einmitt á þessu tímabili, kringu 2006, hún leik líka í mynd sem heitir The Island, með Ewan McGregor, en þar er hún með síðaljósa hárið og svona kimbombuleg, og mér fannst einhvern svona tímabili, það fannst hún, ok, er þetta bara svona leikuna? Já. En hún er búin að vinna rosalega á hjá mér. Það er rétt. Hún bara einhvern veginn í gegnum bara síðan 2006 kannski. Já. Í dag, þá er ég bara eitthvað, vá, þetta er bara, þetta er geggjur leikuna. Já. Hún er ógeðslega góð. Það er rétt. Og það er svo gaman að sjá hana í þessu Marriage Story. Algjörlega. Sem er bara low budget mynd, fjallar fólk sem er að skilja. Þvílíkur leiksögur. Já, bara hún er rosalega góð í henni. Þau bæði, einmitt. Þannig já, ég skrifaði það. Scarlett Johansson, bara hvernig fíla hann sem leikonu. Ok, annað. Hvernig finnst tónlistin í Prestige? Það er ekki Zimmer sem gera hana. Nei. Það er annan guð sem gera hana sem heitir David Julian. Ok. Hvernig pældur eitthvað í? Tókstu eftir tónlistinni? Tók rosalega lítið eftir tónlistinni. Ok. Hún er svona minimalísk. Já, hún var falleg, en ekki svona in your face, eins og Zimmer er svona mikið. Hann er ekki að fela sín tónlist. Nei, þetta var bara svolítið svona fannst hún passa? Já, ég er að hugsa, þú veist hefði hún átt að vera meira einhvern veginn á þessum í taktu tíman þarna en svo veit ég ekkert hvernig tónlistin á þessum tíma var, þú veist. Hvernig fannst þér svo Tom York með lag í lokin? Mest það skemmtilegt. Hvernig finnst það passa við? Það passar ekkert eitthvað við, en Tom York á alltaf rétt á sér. Já, veist hann, að geggja tónlistamæður. Mér finnst lagið passa við. Já. Þegar myndin endar og lagið hans kemur, ég bara kaupi það 100%. Ok. Ég maður þegar ég sá hann, ég pældi ekkert í því að þetta passa ekki, ég bara duldur flott lag. Já, og enn þann dag í dag, að ég mun hlusta mikið á Tom York, ég hlusta meira á Tom York heldur en Radiohead. Mér finnst bara platana sem þetta lag er á, er bara öll einu ekki aðeins. En David Julian, hann gerir líka fyrir Memento, vissu það? Nei, ég veist það ekki. Hvernig tónlistin þar? Tókstu því? Nei, veistu, þetta er einhver minimalismi í gangi annað því ég spáði ekkert í tónlistin í Memento og lítið í Prestige. Aðurleitin það að þú veist að hún er til staðar og ég heyra hana. En ég er ekki eitthvað, ég ætla að tjekka þessu á Spotify, skilur við. Nei, ok. Ég er nefnilega, ég á sérstætt samband við hennar David Julian. Ok. Af því að hann gerir tónlist fyrir hennar mynd sem er einu af mínum uppáhaldsmyndum bara allar tíma. Wow. Heitir Descent. Hryllingsmyndin. Wow, gerir hann tónlist fyrir hann? Já. Okay. Og ég er búin að sjá það mynd svolítið oft. Og mér finnst tónlistin henni geðveik. Okay. Hann gerir, af því ég er engin einhver tónlistar sérfræðingur, hann gerir virðist vera svona svipaða tónlist, hann er svona minimalíska tónlist. En mér fannst tónlistin, ástöður að tala um þetta, mér fannst tónlistin passa svo vel við Descent, hryllingsmyndina, og mér fannst það passa rosalega vel við Prestige. Okay. Og það sem ég veist það er að báðar sameiginlegt, mér finnst það geðveikar sem myndir, en þeir eru báðar rosalega sorglegar. Mér finnst Prestige vera rosalega sorglega mynd. Já. Hvað finnst þér það? Já, það er alveg rétt. Hvað finnst þér þessa alhæfingu hjá mér? Hún sést sorgleg. Prestige er sorgleg. Það verður ekkert hjá því komast. Mér finnst alveg sorgleg, hún er sorgleglega fyrir alla í myndinni. Og ég man ekki þar að sé aðra mynd sem sýnir, það er ekki fullt af myndum, ég bara man ekki eftir því núna í augnablikinu, sem sýnir á svona skýran hátt hvað þráhyggja getur að ætlu. Nákvæmlega. Nei, ég er sammálaður þarna, þú veist, að því vorum að tala Black Swan um daginn, að þar er, þú veist, þráhyggja sem verður að, þú veist, geðsjúkdómur sem verður að þráhyggju, skilur við. En, jú, þráhyggjan í Angiers er, þú veist, maður er bara rosaleg. Þú veist, slakað á. Bara þetta endar ekki vel. Nei, þetta er svo sjúklegt. Já, hættu. Já, nákvæmlega. Þú hefur, á einhverju tímapunkti hefur hann yfirhöndina, hættu bara. Já, mér veist nefnilega eins og með hans þráhyggja kannski skýrari. Já, þú veist, hann drap konans, þú veist, varð orsök af því að konan stó, skilur við? Bale, fattur við? Já, Bale. Já, er það að tala um hann? Nei, ég er að tala um, þú veist, ég skil af hverju Angier er obsessed á að one-uppa Bale. Já, af því að hann vil hefna sín á Bale, af því að Bale var til þess að konan stó. En svo þú ert búin að skjóta fingunar af honum, skilur við? Þú getur alveg dreigið smá til hlés, en já, þetta verður svo mikið obsession, þetta rivalry og samt eru þeir, þú veist, báðir svolítið í þessu, þú veist,
hann ekkert einn segur að vera obsessed. Nei, menn Bale líka, en Bale kannski aðeins öðru sem hátt, af því að eins og tölum spoiler fyrir Prestige, að það kemur auðvitað ljós í lokin að hann og tvíburbróðir hans eru búin að lifa einu lífi í rauninni svona hálft líf. Mér finnst það rosalega áhugavert. Ég maður því sá þessum mynd, kannski segja sömur eitthvað voða tvist í lokin. En þegar þú horfir aftur á myndina, þá rosalega mikið sem bendir til þess að þetta sé í gangi. Skilurðu? Ef þú pælir í því. Og margt sem Bale segir og eins og með konans. Hann segir konans sinna ég elska þig og hún segir nei, trúir ekki í dag. Það því að þá það tvíburabróðurinn sem elskar hann ekkert. Að þú getur í raun ekki feika það. Og það líka útskýrir að hann hafi í raun ekki haldið fram hjá með Scarlett Johansson. Tvíburabróðurinn elsku sikur og konuna. En þá þessi, ég held að þetta kalla þetta þráhyggju fyrir því að leggja þetta allt á sig fyrir þetta helvítis galdartrykk. Þetta transported man sem gera. Menn myndir ekki kalla þetta þráhyggju? Jú. Er það ekki? Jú, ég var alltaf tíma að hugsa bara, þú ert obsessed. Þetta bara svona aðeins öðruvísin en hjá Jackman. Þetta samt obsession að gera þið fullkomna trykk og fórneila bara öllu. Akkurat, en svo eru rosalega margir listamenn, sviðslistamenn og listamenn eru höfuð sem verða obsessed á listinni sinni og þá heitir það kannski bara að vera góður listamæður. En af því að þetta fer náttúrulega skrefinu lengra vegna þess að það annar þáttur sem þetta rivalry, skilur Þeir eru ekki bara obsessed á trykkinu, heldur obsessed á að one-uppa hvern annan. Já, einmitt. En það er rétt hjá þér. En Bale segir samt í myndinni. Hann segir bróður sinn, við erum hættir. Já, ég veit það. Við erum ekki að fatta þetta trykk hjá honum. Einmitt. Gleymd þessu. En tvíburabróðurinn hlustar ekki á það. Sem verður til þess að hann er tekin lífi. Að því Hugh Jackman næri raun að freyma hann. Og þú veist, var það markmið hans, skilurðu, Hugh Jackman? Mér finnst, þegar ég horfði á hana núna, ég hugsaði, var hann ekki bara að reyna að fá trykki, var hann að reyna að fá trykki til þess að geta náð fram hendum og freyma, af því þú veist, akkur klára hann ekki trykki, akkur kom hann ekki fram og sagði, tada, hér er ég, akkur... Já, hann var kannilega bara ákvað það, hann notið þetta til þess að freyma Bale, algjörlega. En það var að þeim tímapunktum, þú talar að maður kannski rockar á milli, og ég held með þessum, þú heldur svolítið með þessum, og mér finnst það mjög áhugavert í þessar mynd, að hann svolítið að leika með þig, Nolan. Bara eitthvað, já, heldur þú haldið með þessum? Tjekka á þessu. Nefnilega. Og þá kemur eitthvað og maður bara, wow, mér finnst það geggjað. Akkurat. Það var alltaf í myndinni þar sem að ég var tengdur. Ég held með einhverjum, en það breyttist. En tímapunktur þegar Bale segir bróður sinn, við erum átt, þá held ég bara með hún. Skilurðu? Fyrir mér Jackman vondikallin í þessar mynd. Já, hann náttúrulega bara vondikall. Þó að Bale hafi óvart drepi konans. Eitthvað, þú veist, já, en já, samt ég er aldrei andsnúin öðrum hvoru þeirra í gegnum myndina. Ég er alltaf pínu, ég fylgist með þeim báðum og ég er ekkert alltaf kannski að halda með, en bara þú veist, ég veit að þeir hata hvern annan, þannig ég get svolítið verið bara, ég náttúrulega tek ekki mikla afstöðu kannski, en svo, þú veist, þegar hann kemur í lokin bara, ég er búin að taka stelpuna þeirna. Það er ógíslegt maður. Þú veist, þá er ég bara, ok, þú ert ógeð. Bara þegar Hugh Jackman kemur bara, ég er búin að gjörseyra þig, þú deyrð, þú eru hengdur, ég er með stelpuna þeirna, ég vann töfrabræði, skilurðu, þú veist, og hann bara, ok, þú ert bara villain. Já, og ég til dæmis eins og þegar myndin endar og Bale beigir sig niður og er að tala við Hugh Jackman og þá var svolítið svona farið yfir tvistið og svona. Á þeim tímapunkti þá hélt ég með Christian Bale. Ég hugsaði með mér, Hugh Jackman, þú klúðraður þú fóst allt og langt yfir strikið og þú gast ekki hætt eins og Bale var búin að ákveða. Akkurat. Og mér finnst það svo magnað. Þau þurft alltaf að fara einum lengra. Gátt ekki bara láti gott heita. Og bara allt, þú múin að fórna svo miklu í þessari mynd. Og þegar myndin bara klárast, ég man þegar ég sá hana og enn þann dag í dag, þó mér finnst hún betri í dag, bara ennþá betri en því sem svona fyrst. Ég var bara svona, vá, þetta er rosalegt maður. Mér varst bara svo geggjað að sjá fórnina sem Bale hafði bara fórnað.
bara þessu lífi, þessi tvíburabræður að þeir hafa ákveða, mér finnst það svo mikil klikkun. Ég skil ekki mitt, þú veist, hvernig byrjaði það? Nei. Þú veist, var það bara þeirra töfrabragð fyrir heiminn, bara, þú veist, við ætlum að vera bara einmanneskja og Fallon, hérna, sidekick, Ansi Nú. Já. Það var aldrei útskýrt hvers vegna gera þetta, var það? Gerður er búin þessu trikki. Mér finnst hann segir, það töframaður sem við horfa á, held þessi kínverskur, sem að gera eitthvað svaka trikk, og Bale segir, þegar fyrir utan, þegar horfa á hann lappa út í bílinn, þetta bara lífið. Kínverska töframanninn, hann haltrar eitthvað, hann er svo gamall, að Bale segir, þetta trikkið. Og hann segir líka bara total devotion to his art, eða eitthvað svoleiðis. Það það sem að Bale að gera, og bróður hans. Sem náttúrulega alveg klikkun, með svona áhugur pæling. Já, en veistu hvað? Þessi kínverski töframæður, þetta byggt á alvöru manni, það var enskur maður, held ég frekar en bandarískur, sem bara var alltaf dressaður upp sem kínversku töframæður og alltaf bara á götunni og bara hvar sem hann var alltaf í þessu gerfi sem kínversku töframæður. Þangað til hann dó við það að gera bullet catch trikk upp á sviði eins og í myndinni já, hann skotinn og fyrstu orðin sem hann talaði á ensku í mörg ár voru, eða fyrir framann nokkuð voru I've been shot það þetta helviti góð það mjög fyndið, þannig að þú veist, já þannig að það einhver sem hefur gert ok, kannski ekki alveg að sama á týpurinn en fært svona einhverja fórnir sem bara einmitt að færa mestu fórnina fyrir listina, já, það sem að tvíburarnir gera, af því að það ekkert ljóst frá byrjun að þeir sé að plotta að gera þetta atriðið transported með hann. Nei. Þannig þeir eru kannski bara að setja upp ferilin sinn. Til þess að koma sér með þá bombu. Þegar við sjáum hann fyrst í myndinni, þá það að vera bara svona low-level töframæður. Ég held að þetta hafi verið löngu plana hjá þeim og þeir bara hugsa með sér, herru, við viljum bara koma ferlinum á ákveðin stað, svo bombu þessu trikki og þá verða allir bara blown away. Og þetta er svo áhugavert líka því að þeir eru dálítið bara hiding in plain sight þessi bróðir hvor þeirra sem hann alltaf þessi sem og þeir skiptast á alltaf sá sem Fallon að hann ekkert hann alltaf dulargerfi en bara samt, bara hér ég bara þessi, ég Fallon og með kvikmyndina líka að Michael Caine segir bara he uses a double já, mér finnst það geggjað. Það kemur bara fram strax. Það segir það bara strax. Já, hann auðvitað að nota double. En við trúum það ekki. Nei, einmitt maður bara, það of einfalt. Nei, þú veist þannig að hann líka hiding it in plain sight. Já. Það bara... Ég veit það. En svo margt svona sem bendi kannski til þess að það sé eitthvað svona í gangi. Eins og það eitt atriði með þann hitti konuna sína. Já. Og hann drepur sem sagt svo págauka, eitthvað fugl í eitthvað svona búri maður sem hann að vinna fyrir og litli strákurinn spyr, hver bróður hans? Já, það var bara mjög skemmtilegt það geggjað þegar maður veit bara hei það var að gefa þetta kynna en minnst það líka flott, þá alveg til eitthvað svona twist eða make a sense Akkurat. Og ef þú horfir aftur Prestige þá svo margir punktar sem að benda til þess auðvitað var þetta svona, auðvitað var þetta bara tvíbur en mér var flott að skiptast á þeir skiptast á að fá dýrðina skilur, fá þetta glóri við fáum báður að vera the man in the box og maðurinn upp á sviðinu en hvað finnst þér að Jackman karakterinn að hann hafi fengið vél hjá Tesla sem í rauninni var þetta fer bara út í sci-fi sko hvað finnst þér það? Hvernig fannst þér að passa í myndinni? Passin. Ég hata það ekkert sko. Ég ger mig grein fyrir núna þegar ég tala það að þetta science fiction, þetta vísindaskaldskapur þessi vél ekki til, þó að Tesla hafi verið til og þessi maður mér finnst það að því að mér finnst þetta líka vera pínu hvar línan á milli töfra og vísinda sem alltaf, þú veist, ég meina á þessum tíma, þá voru vísindi dálítið bara, þetta eru töfrar ramagn og eitthvað svoleiðis what sorcery is this þannig, þú veist, mér finnst það alveg passa inn sko, ég ekkert þannig að það kom ekkert eitthvað svona á þig, bara eitthvað svona wow nei, í rauninni ekki mér finnst, þú veist, af því að þetta eru töfrar, en þú veist, en þetta
hann klónaður, ég veit ekki hvað kallar þetta. Í rauninni. Doblaður bara einhvern veginn, þú veist. Þetta virkaði sem töfrar. Já, einmitt. En það var bara alvöru. Einmitt. Og hann segir líka í myndinni, ef að fólk myndi haldirunni eða triði því að ég væri að gera í alvöru það sem ég er að gera på sviði, þá myndi fólk ekkert klappa. Það myndi bara öskra og hlaupa út. Shit, hvað ertu búin að gera? Já, þetta of raunverulegt. Mér fannst það svolítið kjarkað af myndinni, þetta vist byggt á bók. Já. Ég mun ekki lesa bókina. Nei, ekki. En mér fannst svolítið kjarkað af myndinni að fara bara all in í þessa vél. Að hún gerir bara annað afrit af bara kopjar. Já, af persónunni eða hlutnum sem í vélinni. Ég fílaði það. Já, það mjög... Mér finnst það mjög töff. Mjög töff, sko. Það var svo cool líka hvernig þeir gera með það, eins og hann segir Hugh Jackman, að hann bara að kópera sig. Og maður sér síðan að þegar hann gerir þetta fyrst, þá byrtist bara annað Hugh Jackman og hann bara, nei, bítu, hann tekur bara byss og skýtur hann. Og hann endur að því að gera þetta trikk og þá alltaf detta hún í trikkinu, þá dettur Hugh Jackman hún í vasstang og drukknar. Og hann segir í myndinni, hann sagði bara, ég vissi ekkit hvort að ég... Hver hann yrði. Já, hvort að ég myndi lenda í vasttangnum, sem ég veist mjög ára pæling. Þú veist, gæinn sem að byrtist man hann eftir því að hafa drukknað mörgum sinni, þú veist. Ég túlka ekki, ég túlka þannig að þetta er alltaf nýtt og nýtt eintak. En hann samt, skilur, hann man eftir lífi sínu og hann man eftir obsessionu sínu og rævalriðinu sínu en man ekki síðustu augnableikin í lífi sínu þar sem hann er drukknað í tanki. Væntalega ekki. En mér finnst það áhörð pæling. Ég ætla að spyrja líka út í eitt og hann gleymi, ég vil bara skrifa það ekki nör. Hvernig fílaðu Hugh Jackman sem rútgæjan? Hann finnur eitthvað svona svo róna til þess að leika sig sem doppel. Ég fílaði það. Já. Þú varst ekki að fíla það? Ég veit ekki. Mér finnst hann... Of kjánlur. Það gæti ég pínu flokkað öllítið í svega sem patting. Kannski pínu. Að það? Nei, ég veit ekki. Mér finnst það skemmtilegur. Mér finnst það skemmtilegur, já. Og líka þetta svona serverar manni til að sína að hann er svikinn, þú veist. Að hún fer og... Hann þjónar tilgangi. Hann þjónar tilgangi, vissulega. Og mér fannst svolítið gaman líka að sjá að því að hann er ykkur gerfi. Hann er sem með að stærra nef, hann með eitthvað svona tennur. Þetta er samt lítið. Já. Og mér finnst alltaf gaman þegar myndin á að gera þetta án þess að fara eitthvað full-blown latex grímu. Einmitt, maður tekur voða lítið eftir því. Já, en þú tekur samt eftir því. Tekur eftir því, einmitt, þetta er ekki, maður sér, þetta er ekki einhver doppelgänger sem er alveg eins og Hugh Jackman. Já, einmitt. Mér finnst það skemmtilegt. Og karakterinn sjálfur er allt öðru sinni alltaf. Allt öðru sinni en Andrew sjálfur. Já, ljósherður og eitthvað svona. Það, jú, það er alveg gaman, sko. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Mér finnst það ekki að sína svona range hjá honum sem leikara, eins og tölum hann geggjaður. Hvernig finnst þið David Bowie? Skemmtilegur. Ég var að taka eftir fyrst skipti núna að það er eitthvað að augunum á honum. Er hann ekki bara með sikkon lit? Nei, hann er ekki með sikkon lit. Hann fekk eitthvað svona sjúkdóm eða eitthvað sliðis. Þar sem að annað auga er bara að sjáaldrið er stærra öðrum megin. Það bara er fast svo liðis. Hitt er eðlilegt þannig að það virðist eins og sem er sikkon litin. Ég bara einhvern veginn, þegar ég horfa hann núna, þá ég er búin að sjá smitt oft, haldið pælt í þessu. Svo er bara hann er með eitt grænt og eitt blátt. Ég held það fyrst líka, en svo fyrir ég að fylgjast betur með ég sagði, nei, miklu starra sjáaldrið þessu. Og googlaði þetta? Já, þetta er bara hann er með eitthvað sjúkdóm eða var með eitthvað svona augdæmi. Já, eitthvað syndróm, ég veit ekki, man ekki hvað var. Mér finnst hann geðugur. Hann er frábær. Og ég þekki hann ekki, ég fyrir sér marga myndið á hann. Nei. Ég menn, hann leik í Labyrinth sem er 100 ára gömur. Ég man ekki eftir að sé hann í mörgu. Ég man eftir hann hann var í Extras-þætti. Já, var það ekki hann sem var í hver var það sem var í Tron? Legacy. Í Legacy? Já, hver var það? Bara... Jeff Bridges? Nei, ég er að hugsa um hann breska með hárið. Michael Sheen. Michael Sheen. Hann er svo mikið Bowie típaðar. Já, hann er svona flashy típa. En nei, ég hef ekki séð David Bowie í mörgum myndum, hann er mjög góður þarna, hann selur mig líka að það sé evrópskur, skilur uppfinningamæður. Hann er með þessa hreim
skemmtilega, Andri Serkis frábær líka, alltaf skemmtilegur og minnst líka svo gaman að þeir séu að replikata pípuhatta það vantaði bara að vera hvíta karnur líka skilur og var allt svona því skilur en einmitt það heitir töramenn. Mér finnst það svolítið gaman sem Bowie af því að hann gefur ég er ekki mikill aðdáandi, ég hlusta ekkert mikið á hann en ég bera svona virðingu fyrir hann hann er svolítið svona bigger than life típa og mér var svo mikilvægt og sniðið til Nolan að fá þannig gauð til að leika Tesla. Akkurat, af því að þetta er náttúrulega maður sem breytti öllu. Þetta er svo mikilvægur og merkilegur maður að fá eitthvað svona risa til þess að leika hann. Mér finnst það briljant. Ég líka að skrifa bara hérna, David Bowie er Tesla. Það gefur rosa mikið gravitas og það er svona hvað er það að segja, veldi maður fattar, þú veist, ok, þetta er mikilvægur maður. Þú kaupir það að þetta sé eitthvað svaka merkilegur maður, ég er sammálaður þar. Svo er ég með hérna, ertu með eitthvað punkt, en ég veit hérna skemmtilega. Tattu þinn. Ég las það á IMDb. Ok. Og ég fór hans að tjekka, bara svona, hvað er fólk að segja mér sem mynd? Og ég las einu svona skemmtilega setningu og þá fór ég hugsa mig, ég var að skrifa niður og segja hann frá henni. Það er maður sem skrifaði þetta á IMDb. Okay. Hann skrifa bara review myndina, hann fílaði hana. En það er einn setning sem, mér fannst alveg svona pínu fyndin. Það stendur, it's a pretty clean movie, so grandma can also enjoy it too, without language or sex concerns. Og þá fyrir að hugsa, hver dæmir myndir? Út af því hvort það virka með ömmu sinni. Gæti ég horta svo mynd með ömmu? Já, hefur eitthvað hugsa svo leiðis? Nei, mjög lítið. Ég hugsa ekki svona. En það er mjög skemmtileg setning. Það er mjög fyndið. Bara eitthvað svona, já, ammaðinn getur líka... Amma gæti horta þetta. Já. Það er því að hún er nefnilega ekki... Hún er PG-13. Já. Bönnurinn 12 ára. Mér finnst það ekkert koma henni til saka. Nei, hún þarf ekkert að vera bönnurinn 16. Nei. En mér finnst það bara skemmtileg setning, þannig að þú veist að því að ömmur geta líka horta á svona. Gott að vita. Hvernig, þú veist, fílar þú yfirleitt, svona yfir höfu, ég er ekki að tala um þessa mynda, því við talaðum um tímaflæki. Já. Fílar þú yfirleitt þegar myndir eða saga er sögðu gegnum flashbacks? Nei. Ég er nefnilega það líka, sko. Ég fílaði ekki. Ég fílaði ekki. Mér finnst það vera að hækja. Já, mér finnst það líka, að því að ég vil að bíómyndi fara áfram. Einmitt. Ég vil ekki, að því að þegar þú fyrir flashback, þetta er alveg kent bara strax, þú átti eiginlega ekki að gera flashback. Að því að leiðu konið flashback, þá svolítið drepur söguna og bara nú ætla að stoppa og nú ætla að fara tilbaka. En í þessum tölum kannski máðan, það virkar þessar mynd. Alveg svínvirkar. Þetta er rosalega kunst og ég get ekki sagt hvernig að gera gott flashback. Nei. En ég er ekki hrifin að venlega. Þú ert ekki heldur hrifin að ekki heldur nefnilega, sko. En ég er með þess að alveg 100% virka þarna. Já, einmitt. Ég held að segja af því líka að þeir eru að skiptast á að lesa dagbókina hjá hverjum. Og þetta fer svo mikið út af það að þeir eru að eiga þessi samskipti í gegnum þessa dagbækur sína, sko. Og svo er líka bara, það er áhugavert í gangi. Já, þeir eru alltaf að segja sögu. Já. Þú ert aldrei að stoppa söguna til að vera eitthvað, hei, ég átti einn heima hérna, bla bla. Þetta er rosalega kunst. Ég held að það með oftast þoli ekki myndir sem byrja okkur svaka stað. Svo kemur 2 weeks earlier. Já, fucking hell. Þú samanlega því? Já. Ég bara, það eru suma myndir ef að myndin byrjar 2 vikur fyrr, þá bara byrjar hún þar, hættu. Já, og það sem ég hugsa er, ok, þetta er ekkert gott byrjandur í hug, þá þú þarf að fara inn í miðamynd og sækja aðrið þar til þess að ná mér fyrstu mynduna. Mér finnst ofta að svindl, það eru undantekningar. Goodfellas til dæmis, byrjar á stað, já, en það bara virkar. Hann er að segja sögu, já, það virkar. En ég er samanlega, flashback finnst mér ekki skemmtileg. Hvað er það með hana? Einhverju góða punkta? Mér finnst taglænið æðislegt. Ég bara einhvern veginn, ég man að þegar þessi mynd var að koma út, ég var eitthvað svona, are you watching close? Já, er það taglænið fyrir myndina? Það er svolítið áhugavert, já. Mér finnst það mjög... Og þeir segja það bara strax, er ekki bara fyrsta setningin? Já, einmitt. Að því, þú veist, þeir líka byrjast, þú veist, ef maður væri að fylgjast, maður þarf að fylgjast vel með allan tíman. Já. Þess vegna er svo gaman að horfa á þessa mynd í annarskipti, til þess að maður geti fylgst með. Og hún er bara svo velgerð. Ertu með eitthvað meira? Ég er búin mína, ég sagði bara endurinn er svo geðugur, gæsað allan tíma sagði. Ég var að taka eftir í fyrst skipti í horðan og núna var þegar konan þess eitthvað skoða puttan á honum, why is it still bleeding? Já. Það var því að hinn þurfti að fucking skera þessa fingur það. Já.
geggja. Klikka, þú veist. Það eru svo mörg svona atrið, líka eins og þegar hann birtist inn í íbúðunum, mannst ekki? Jú. Hún eitthvað svona, opnar eitthvað, hann fer eitthvað, svo hann alltaf inni sér eitthvað, viltu te eða? Já, einmitt, bara... Það bara hinn bróðurinn, skilur? Magna, sko. Það er geggja. Ok, ertu með eitthvað fleiri? Ég er að lesa. Lesa glósunar. Jú, að sko, þú veist, fyrst þegar Bale gerir Transported Man, maður fær ekki að sjá klárast atriði, maður sér það sett upp og maður fær ekki að sjá endin á því en svo er strax komið The New Transported Man, komið double þar þú veist, þannig að því hefðu bara sýnt okkur það þá kannski hefði verið auðveldra fyrir okkur að kaupa ok, hann er bara með he uses a double en af því að þetta er byggt upp sem eitthvað larger than life atrið, þeir eru svo mikið að tala um þetta og þeir bara, fólk bara vissi ekki hvað þeir gerst og bara, þetta var svo vel executað og við fáum ekki að sjá þetta, þannig að það er miklu auðveldra fyrir okkur að kaupa, ok, þetta er eitthvað magnificent, þetta er eitthvað þetta er galdrar. Þið varst töff að sína það ekki? Já. Sammála. Líka því Hugh Jackman selur okkur það. Við sjáum þegar hann taka sér gerfið og hann segir bara, þetta er bara flottasta galdratrix ég sé. Einmitt. Þannig að maður er bara eitthvað, wow. Já, maður er bara, ok. Ég er sammálaður, mér snild að hann síndi það ekki. Mér finnst það geða töff. Akkurat. Ég seti þessa myndir og svo mikið, oft, sko, það kom út mynd held í 2006 eða 2007 sem het, hvað het það? The Illusionist. Já, með Norton. Já, ég lengi vel, sko, ekki lengi vel kannski, en ég rugglaði þeim stundur svolítið og mér fannst það báðar að gerast þessum tíma. Mjög svipaðar, sko. Mér fannst þessi betri. Þessi miklu betri, 100%. Jessica Biel var líka í. Já. Það ekki? Jessica Biel var þetta náttúrulega. Mér fannst náttúrulega í lagi, en ég sá hann einu sinni. Mér fannst Prestige, hún hafði meira að horfa. Miklu meiri mynd, náttúrulega. Já. Þú veist, mér finnst svo áhugavert þegar svona svipaði myndir koma út á svipum tíma. Hvað er það? Eins og White House Down og hinn myndin sem kom út. Kom út sama... Olympus Has Fallen. Olympus Has Fallen. Kom út basically sama ár, sama viðhóðsamni. Og svo alveg bara þegar það kom í gamla daga Deep Impact, Armageddon, Dante's Peak, Volcano, það komið svo nokkur svona, ég veit ekki hvað þetta er. Nei. Ég held að sé enginn eitthvað herm eftir öðrum. Nei, ég veit það, en þú veist, er enginn hjá þessu stúdíu sem segir, ok, þetta stúdíu er að fara að gera nákvæmlega svona myndina, eða mjög svipaði mynd eða eitthvað. Er enginn sem segir, ef að bíða minn 2 ár, eða eru þau bara, heyrðu, okkar er betri, okkar fær meiri pening, kannski þetta keppniskap, bara hvað okkar myndi er að fara að rústa henni. Já, getur alveg verið. En ertu með eitthvað fleira? Ég er góð. Ok, þá ætlum ég að spyrja aðeins út í Tenet. Ok. Af því að mér dætti í huga að hafa svona uppbytun og þátt fyrir Tenet. Af því ég er mjög spenntur fyrir henni. Mjög spenntur fyrir henni. Þú ert væntanlega búin að sjá trailerinn. Ég er búin að sjá trailerinn, eins og neða 2 svar. Mér langar, ég fíla ekki að horfa ofta trailer. Nei. Nú já, ok. Drífðu þig. Shit, sjónvarpið frá fjastringin er ekki það skiptir ekki máli. Já, þannig að þú ert bara mjög spennt fyrir henni. Já, hókislega spennt. Já, ég líka. Það sem ég fíl líka á Kristján Nolan er að trailerinn þess gefa ég aldrei alla myndina. Þú ert alveg bara svona, hvað er þessi mynd? Nákvæmlega. Ég veit ekki eins og ennþá. Nei, einmitt, ég veit ekkert, þú veist, þessi mynd ég er alveg lost, ég veit ekkert hvað hann var að fjalla um. Ég bara treysti honum til að segja, eitthvað sem ég gerir á fyrir þessi flókin saga flóki viðfangsefni. Hann alltaf gerir Inception sem að er, þú veist, ég náði henni ekkert eitthvað í fyrstu áhorfi. Ég var bara, ég þurfti að horfa hann aftur til þess að vera bara, já, ok, nú er ég að fatta betur, þú veist, hún var flókin fyrir mig, en samt hann náði að segja þessa sögu. Já. Trailerinn, þú veist, ég var bara, wow, þau eru á hvolfi, hvað er bara að gerast, skilur þau? Einmitt. Trailerinn eru mjög góður hjá honum. Já, svipaði sem er Tenet. Einmitt. Að það kemur alveg bara, að maður sér eitthvað, hann sem fara eitthvað aftur á bak, eitthvað tími, hann segir eitthvað, já, þetta er ekki búið að gerast. Einmitt, og þú getur spólið tilbaka og gert hluti bara nýtt. Ég skil ekki alveg hvað er gangi, en ég treysti honum. Sérstaklega eftir Inception. Ég held að Tenet sé svona líkust virðist vera Inception. Ég er óslega spennt fyrir henni. Sonur Denzel Washington leikur það ekki. Hvað segirðu? Sonur Denzel Washington. Já, það? Já. Hann heitir John Michael Washington og ég man ekki alveg. Hann er með 2 nöfn. Og mér er það skemmtilegari. Og Robert Pattinson, þú fílar hann. Ég fíla hann. Hann er í þessari. Hann er æðislegur. Ég elska hann sé að taka þessu svona hlutverk sem eru djúp og hérna, já. En þeim við eiga það, bæði eftir Twilight, Kristen Stewart og Robert Pattinson. Það er rétt. Þau eru bæði að velja rétt.
þau eru að taka sénsa, þau eru að gera ýmislegt cool, þetta er ekkit bara, þau gera ekki eitthvað það er ekki döðadómur að leika svona bíómyndum, sko. Og ég er svo ánægð með að þau fóru hvorug í eitthvað svona, ok, ég veit að Twilight-myndina voru margar, já, annað franchise, eða eitthvað svona aðra útgáfa af Twilight, eða eitthvað svona kjafta. Ég held að það fengi nóg af því að vera svo fræg, ég held að það hafi verið bara glatað, ég held að einhver fylgst gaman að vera svona frægur. Og líka að því þetta er svo mikið fenómenon, þetta er ekki, Hunger Games var ekki svona mikið mál, þú veist. Nei, kannski ekki. Þú veist, að því að þetta var einhvern veginn, að þetta er ástarsaga og þetta er úlingsstelpur og veist, það er svo mikil manja í kringu Twilight-myndar að það held ég að þau aldrei bara svona, ok, við eigum fullt af peningum, gera svona viljum núna. En ég fíla það sýnir líka bara hvernig karakter þau eru í raun og veru. Ég er mjög spennt að sjá Pattinson, hann var rosalega góður í hérna Good Time. Ég eftir að sjá hana, Snorri alltaf sem að sjá hana. Haffi, hefur ekki séð Good Time. Eftir að sjá hana. En ég sá eina mynd með honum, að því hann leikir nokkur svona sem að vöktu aðtegli, þar með Good Time. Og ég horfði á mynd sem heitir The Rover. Já, hún er mjög góð. Hann er geðveikur hinn. Og bara mjög fín mynd. Hann er svo góður í henni og ég er svo spenntur að sjá hann í Tenet. Að því ég held hann ekki leikið í svona mynd áður. Hann leikur örglega eitthvað svona njósnara, svolítið cool gæja, í eitthvað svona stórri big budget mynd. Hann er að fara að leika Batman, þú veist. Hann er örgulega búin að kjöta sig eitthvað upp og eitthvað neginn. Vonum það? Nei, ekki það sem möst. Nei, en þú veist, ég er að spá hvort að hann sé farin að sína líkamlegan árangur í þessari mynd, skilur? Já, það En getur verið. hann var alltaf svolítið skróni og mjór, fattur þau? Einmitt. En já, ég er spennt að sjá hann og þegar Nolan gjörð mynd þó sem Dunkirk, Interstellar ný Batman, þetta eru allt svona eventmynd og nú er búið að fresta út á COVID bara eiginlega öllum stórmyndum og ég vona til Guðs, bið til Guðs hún verið sín 27. ágúst að það hann í bíó? Já, ætla ég hann í bíó ég skal fá COVID ef ég get horta á Nolan mynd, sko. Já, ég samanlega, ég skal fórna vera að fá COVID fá smá COVID Ef ég fæ Tenet ég fæ COVID og Tenet góð dýl. Ég held að það var fýtt dýl, fara sem bara í einangrun. Já, herru, það var mjög gaman að fá þig. Takk fyrir það. Og næstur kemur, alveg saman hvernig það verður, og alveg saman hvað við erum að fara að tala um, þá finnst mér líklega að þú sést búin að sjá Tenet. Vonandi. Já, þannig að þá skulum við taka smá Tenet spjall, og líka bara fyrir fólk sem er að hlusta og horfa núna, það vill bara líka vita, hvernig þið Nanna fíla sem mynd. Er Nanna reyna Tenet? Who knows? Tune in. Já, tune in. Herru, bara takk fyrir komuna. Takk.